Já, komið heil og sæl og verið velkomin í hvað Birkir Karl, þáttnúmer Þetta svona tímót 225 225, já, það alveg það kvart þáttur og af því tilefni, já, blésum við herluður hana. Já, það stórskotaliði núna. Heldur betur, gestir Tjessardarski kvöld eru þeir Steinþór Hróar Steinþórsson, einnig þekktur sem Steindi Junior, íslenskur skemmtikraftur og sjónvarpsmaður. Takk fyrir að fá mig. Já, okkar ánægðan og með honum Sverrir Þór Sverrisson, einnig þekktur sem Sveppi, íslenskur sjónvarpsmaður, skemmtikraftur, grínisti leikari og hlustendur þáttarins vel kunnur. Já. Og víðar. Þetta alltaf velkomin. Þetta eitthvað svo varst að finna á Wikipedia? Nei. Það hljópa, já. Hvernig liggur á stókar? Við erum góðir, sko. Já. Við erum heldur góðir. Sko, Steindi, byrjum á þér. Við erum búin að reyna, ég var að tjekka á þessu í dag. Já, ég er búin að vera svo lengi, ætlar að segja frá þessu, þetta vandræðalegt, sko. Ég sendi fyrsta SMS-i á því í apríl 2022. Shit. Apríl 22. Það er að vera 3 ár síðan. Ég er búin að vera 3 ár á leiðinni, sko. Það er rosalegt, sko. Ég er nefnilega, sko, ég er búin að koma. Já. Ég var ekki bara feskur að koma. Mjög. Ég hlusta á þann það var frábær. Já, ég nefnilega, þegar svona rassasar er að beða mig að koma í podcast, þá er einfaldast að segja bara já strax, fara í podcast og halda áfram í lífið. Já, en svo Í segir staðan fyrir að vera því að þeir hætti ekkert að senda á þig. Nei, og maður segir, sko, ég sagði náttúrulega strax bara já, ég er game. Og svo erum við alltaf að reyna að finna ykkur tíma. Já. Og svo er ykkur svona ferli, ykkur tökur, ykkur svona vesen og svo mikla ég fyrir mér hluti. Já, eins og keyri upp í Kópavog. Eins og keyri upp í Kópavog og og ég bara, þú veist, er á leiðinni í mjög mörg podcast, sko, ennþá. Skuldar. Ég skulda. Já. Ég bara skulda. En hér eru þeir. Gaman á sér komin hingað í dag. Já, og strákar, ég er mjög ánægður að vera þarna og ég hlusta mjög reglulega á okkur. Ég var að segja ykkur þetta áður við byrjuðum, áður við vítum á rauðatakan. Ég vil að koma fram. Ég hlusta á okkur og fíl ykkur. Takk fyrir það. Fíluðu líka sem leiðis. Takk, drengi. Shoutout á Chessefter. Já, sko, er það að hlusta á mörg podcast? Ég meina, þú veist, maður er með nokkuð podcast sem maður bara rótirar. En það er ekkert alltaf einhver ný podcast að ratin á lista. Nei, þegar það kemur nýtt þá tjekka maður, sko, what's the fuss about, skilurðu? Já. Og hlustar, og það verður eins og all ný podcast verður að vinsæl. Já. Og svo svona fara í það ferli sem að þau kannski eiga heima. Já, það endast ekki öll podcast. Nei. Og svo maður með eitthvað svona 3-4 sem að maður veltir, skilur. Já. Jesse Stark, fíla lag. Já. Beint í bílinn. Beint í bílinn. Blár Dallas og Jippi Kóla. Hvað heldur maður? Ég er fann að panta það stundum. Nennum að hlusta á hvern annan eftir öll þessi ár, sko. Það er ótrúlega. Hlustað þú efni í blöðþætti eftir á? Nei, gerir það ekki. En Getið þið hlustað og horta á efni eftir ykkur? Já. En þú veist, maður er samt búin að horfa eins og til dæmis með, bara eins og með drauminn. Já. Þá erum við búinir að horfa á, þú veist, frá grófklift, aftur næsta klipp og næsta klipp og við erum búin að sjá þetta mjög oft. Þannig að maður eiginlega kíkir bara aðalega í sjónvarpinu hvort þetta sé ekki í lagi. Er þetta í syngi og hljóði í lagi og eitthvað svona. Sko, ef við byrjum bara að tala aðeins, mér langar að spyrja ykkur strax bara út í drauminn, mér langar að spyrja ykkur, sko, þetta var óhefbundi þáttur, þetta er óhefbundi menn hjá okkur í kvöld. Sko, hversu mörg prósent af efninu sér þjóðin myndi halda með við það myndandi sem við tekið upp í þessum draum? Alveg. Er kameran á okkur allan tíman eða? Já, nánast, sko. Það er ekki. Það er náttúrulega ekki endilega, veist, við látum hann ekki ganga þegar við erum bara eitthvað að labba og leita eftir einhverju barni til að græta, sko. En þú ert alltaf mækar. Við erum alltaf mækar, það er alltaf hljóð að ganga og veist, og kamerumennir er alltaf að mynda, veist, dúi fljúa, eitthvað þetta, ef við sjá eitthvað skrítið þá mynda það og hnippi í mann og stundum hnippi við í kamerumannin og svo er það bara, heyrðu, Hákon, heyrir í mér og hann er kannski þarna, skilu það bara, heyri, snúðu við, ég ætla aðeins að tjekka gælunni á bekknum, sér hana já, ok, ertu klár? Ég fer á stað núna, ok og veist, og svo fer ég í misjónið að gera það sem maður þarf að gera og svo er það eitthvað hræðilegt eða eitthvað, sko, og veist, og sumt er notað og sumt ekki bara, sko Já, algjörlega, og þú veist, en máli er að við erum alltaf mækaðir bara, þú veist, frá því við vöknum og fyrir mig morgunmat og svona, svo bara mækur og hann er eiginlega bara á manni. Þú veist að þegar maður veit aldrei hvenær, þú veist, svo kannski hefur að kíkja aðeins og fáum okkur að borða hérna kvöldmat, svo gerist bara eitthvað, skrúðganga eða, þú veist, þá er bara ítt á rekk og, já, þannig að það er ekki svona, þetta er ekki alveg eins og að fara bara í tökur á okkur leiknudóti eða eitthvað sem eru bara 12 tíma dagar eða 10 tíma dagar eða eitthvað vart.
og ert eiginlega bara alltaf tilbúin sko. Já, líka bara, veist, ef þú ert við ætlum að fara að fá okkur að borða hvílum aðeins kameru og það kemur bara trúður fyrir aftan þá verður bara ít á rek þá þarftu bara að halda áfram og bara, heyrðu, ít á rek og gerum eitthvað, kissum hann og tökum þetta klárast eða aldrei fyrir það bara alltaf að líti eftir einhverju Er það samt þannig að þið segi þjóðunni alveg eins og þegar þið segi, heyrðu, nú förum við að sofa eða þá ekki slagt að kameruna þið fara að hella í ykkur Jú, stundum það, þú veist, málega það samt rosa kistla í þessu þú veist, það ekkit, þetta, hvað voru þetta 2 frídagar eða eitthvað, þetta ekkit meira, þetta mjög lítið Nei, en það náttúrulega koma ég veit alveg hvernig þetta var hjá þeim og ég veit hvernig þetta var í okkur þetta sko á hverju einasta kvöldi setjast menn niður í lobby og fá sér drikk sko. Já fá sér bjóra og renn yfir og hvað morgun stundum það 3 tímar og stundum bara klukkutími eða eitthvað sko. Svo ef maður kannski geta að fara í einhvern fancy dinner í Sambíu Ekki í Sambíu, nei og eiginlega hvergi það sem ég var sko. Geitakjöt bara í öll mál og það var mest safe eina góða máltíðin sem við fengum var bara í Suður-Afríku sko. Já, sem var góða, og svo hitt náttúrulega bara svona einhver stemming sko. Vitið, Suður-Afríka þá að vera stór hættur eitt land sko. Eru þið með verði? Ég meina þið náttúrulega dróðu styrsta stráið, þeir voru bara í einhverju veislu Já Það var komin tíma á það sko að þeir fengju styrsta stráið sko Getum við rifjað það? Bara þetta, voru þið búin að vera heppnar eða? Nei Ég veit ekki hvað mannfílan að tala Nei, kannski ekki en sko þeir tóku Kambodíu og Vietnam Þú veist, mál að sko, þeir fengu þægilegra ferðalag núna, miklu en miklu erfiðara ferðalag þú veist, við vorum alveg hvað, auðvitað búin að rekna þetta, var þetta ekki hátt í 80 tímar bara inn í flugvél, þú veist, ekki með flugvallahangsa en eitt, bara inn í flugvél það er ógeðslega mikið, sko og og maður var alveg hálf rugglaður af þessu træfili, sko en við gátum farið að fengja okkur mat og þú veist, það var þetta að fara í 1 og 1 kasínó og eitthvað svona En við sko Suður-Afrika, mjög hættulegt land sko, en að því varst að spyrja ykkur löggaðu öryggisveri. Við erum náttúrulega bara í hver skipti sem við lendum í nýju landi, þá erum við bara með pródúsent með okkur. Í okkar tilfelli var það Benni Valls, hraðfréttagæi. Í þeirra tilfelli var það Fannar Sveinsson, hraðfréttagæi. Hraðfréttamenn voru bara í sikuru liðinu. Við erum með tökumann sem heitir Hákon Sverris. Þeir eru með tökumann sem heitir Fannar og er líka klippari þáttana, snillingur. Og þannig að við erum í 2 4 manna teimum. Og í hver skipti sem hún lendir í einhverju landi þá er einhver gæi út á flugvelli sem að býr í landinu. Fixer bara. Einhver svona fixer og það er einhver gæi sem að við erum búin að hafa upp á eða einhver í pródúsjóninni sem að finnur einhvern sem að er að vinna í einhvers konar kvikmyndagerð í sínu landi og veit svona nokkurn veginn hvað máli snýst, stundu þarf að bíða, stundu þarf að gera hluti aftur, það er gott og hann er búin að informera allt þetta fólk sko hverjir við erum og fyrir hvað við stöndum og hvað við erum að gera og búið að senda þeim aðra þættir sem ég og Pétur erum bara allsberrir eitthvað staðar í að láta vakuumpakk okkur og steindu þeir í einhverju falligastökki að geta einhver dýr og eitthvað þannig að gæinn þegar hann tekur á mót okkur þá veit hann hvað hann er að fá í hendurnar og þetta sé allt á rönni og gönni þannig að við erum alltaf með eitt gæja og í okkar tilfelli núna vorum við alltaf með eitt gæja eða gellu og eitt driver líka þannig að við erum alltaf með 2 manneskjur Þannig að ættbálkurinn í Suður-Afríka hann var alveg búin að fá memóið hvað þið væruð og hvað þið verið að gera Já, allavega ættbálkur í Suður-Afríku, já hann vissi að við varum að koma sem sagt í áskorun sko. Ég vissi ekki að það væri bara 5 tímum í burtu frá höfuborginni sko. sem var bara 5 tíma bíltúrum leið og við lendum en veistu svo í þau tilfelli það er svo næst þegar það er búið að bóka góð hótel á okkur líka sko. Er búið að gera það? Já, það er mikilvægt Það er gríðarlega mikilvægt Það er sérstaklega þegar þú ert bara í einhverju svona rugli eins og við erum sko. Já, en það var ekki alveg hann alltaf hjá ykkur núna Nei, það var það er nefnilega alveg rétt sko. En það var planið að vera alltaf á góð En það gekk ekki sko, sko myndbandi sem þið sendu yfir við erum í svona sameiginlegu grúpu það sem alltaf vera að senda svona aðeins skilur að vera þetta er keppni, þannig að það er alltaf aðeins fyrir Er þetta keppni? Já, þetta er keppni og menn er alltaf við heyrumst og eitthvað svona hvernig gengur, já, bara þetta er Samtölum milli mín og Udda og meðan á keppni stendur eru mjög skrítin Já, þetta er alltaf Ég veit að hann lígur á mér og ég líga á honum samt segjum pínusatt og lík smá En svo erum við samt með tjatt sem við erum að senda líka bara á milli þú veist, bara stemning og hvað erum að bralla og svona og þið fóruð inn á hótel
það var bara meira svart á veggjunum með hvítt, það var svo mikið mygla. Já, það var rosalegt til sá þá þegar hýjanurna voru að elda ykkur heim einhvern veginn og það var bara svona Já, úrslega vont, það var í Eþjópíu, það var þarna einhver staðar í norður Eþjópíu, Harar held ég heiti. Fáðu þið bara að vita dagskrána á sama tíma við það? Ég sko, við náttúrulega semjum stigareglunar og og svo með áskoranir þetta svona þú veist ekki alveg nákvæmlega þú veist það búið að vera mikið þengt með alls konar og svona, það meira í höndunum á framleiðendum en stigareglunar eru, þú veist eins og við erum alveg að setja inn í stigareglur alls konar stöf sem heldur ekkert svona við áttum ekki vona að myndi kannski fara í gegn myndi ekki fljúa? Nei, jú, en bara þú veist, við hugsaum við erum aldrei að vera að gera þetta, þú veist eins og Tyggja tusku, jú það var kannski þægileg Þú bara næði nokkur stig þar Kúka úti til þess, þú veist það var ekki, þú gerði það er ekki komið, en þú gerir það Jú, hann gerði ekki síðasta þetta, eða ekki? Nei, gerði ekki síðasta sko Jú, ég kúka það var út í klósett en sko heitir bara þar myndi til dæmis Öddi og Steindi bara svona hei, ætlar að taka stig fyrir þetta aumingi Já, það var alveg afsand stig en svo fegstu matareitrun svo kom ég í Eþjópíu, þá skeit ég alveg út og það þurfti bara að negla niður á malavegi og út og Hákon tökum að bara beint í rauðitakkin og alltaf gerast og Pétur við vorum 7 saman í bílnum og helst utan 3 og svo bara fordus og ég sagði bara strákar, bara svo við vitið það bara tímaspursmál hvernig ég skýti í mig þannig að á næstu 2 til 20 mínútum þá ég að fara að öskra á ykkur að það þurfa að stoppa bílinn ef þið viljið mynda, þá gerir þið það ég get bara látið mikrofónu minn ganga það ekkert verið að stilla upp í þetta þetta bara, þið finnið út úr þessu sjálfur menn þurfa að tánum bara stopp og ég bara út og hlaupa bara á, gittinir og það ótrúlega fyndið að ég náttúrulega hef kúkað úti áður líka, en það var ekki í tengt neinu engin stig það sko og ekki tengt neinu sjónvastætti bara stemming og þá fann ég að þeir eru að kúka úti og þeir eru að kúka í svona gat eins og var mörg klósett í Afríku sem eru bara gatið og þá þarf maður að vera með helviti góða lærvöðu og svona en það algjör game changer sko ef þú getur haldið í eitthvað svona einmitt að því að þú ert bara svona reyna að kúka þá titra bara lærin og allt í raun en leið og getur haldið í eitthvað þá allt átakið í bakinu sko. Ég að spá, hefði ekki bara verið málið að kúka liggjandi Ertu eitthvað? Það meikar alltaf ekki, þá er ég að tala að leggst á bakið leggst bara í gras og á bakið og kúkar Já, bara svo krakkarnir alltaf færið út um allt það leikur upp á bakið en allavega, ég skeit þarna það best að gera þess að ég ger búin að mastera þetta og búin að gera þetta tvisar en þetta var nú í fyrsta skipti sem ég með svona frussu niðurgang sko rosalega, hvað fól langt fólk talar meter sem var á staðnum sko það helviti langt sko þetta bara en það var í heilu lægi samt nei, þetta var svo brjóta Nutella-krukku sko þetta náttúrulega bara magaveiki á 12. degi dæmi sko Hvað maður lengi að jafna sig eftir svona draum? Hvenær voru það alveg 100% aftur? Það tekur svo sem ekkert eitthvað rosa tíma þú veist maður gerir ekkert mikið svona fyrstu 4 dagana þá maður bara að taka úr tösk og hendi vél og bara heima hjá þér sko og bara svona þess að safna þér saman sko andlega og líkamlega það sem óþægilegast við þetta að líka að þú ert alltaf bara búin að vera í 30 daga þú veist, eitthvað x marga tíma á dag kannski 10 til 15 tíma á hverjum degi alltaf með mækin og svona að þetta maður verður svo rugglaður á því þú veist eins og maður er nýkomin heim og maður fer á klósetti og svona þá er maður alltaf að missa mækinu og það er náttúrulega ekkert mækaður þú veist bara, alltaf einhvern veginn á nálum eitthvað, hvað ekki allt í ruglina og alveg smá skrítið að fara bara beint í smáralið sko, að vera ekki að beða einhvern að hrækja á sig og eitthvað, og þetta verður alveg smá rugglaður og maður sér alls konar stig í lífinu og maður sér bara eftir stig og byrjar að merkja niður ef það skildi verið einhvern tímann aftur, þetta getur nú verið Gætu þið tekið sjómannalífstílinn á þetta og verið 6 mánuð ári í draumi og 6 mánuði frí 6 mánuð? Nei það bara mánuð þetta er svo rosalega mikið vesen núna því að það er allir fjölskyldumenn bara, þú veist, við eigum allir fullt af börnum og þetta er orðið svo mikið álag líka sko, það setur allt í rugl þú veist, bara þú veist, konan þarf bara alltaf að sækja og fara með alla á æfingar eða í píanó eða í dans eða hvað sem þessi krakkar að gera
það þarf að fá ömmurnar og afan eitthvað inn í þetta og brúa hitt, þetta var algjörn maus sko. Ég verið toppmálið, ég þekki ekki þetta vandamál. Sveppabönnir Ég er náttúrulega líka við tókum suður-ameríska drauminn og asíska drauminn fyrir 6 árum síðan. Þá var ég með lítil börn. Þá hefði ég verið að segja þetta sama og Steindi í þessu hlaðvarpi. Þú talar um því á frumsýningunni. Þá voru þeir barnlausir sko. Ég var komið með krakka sko. Já, vissi ekki neitt. Nei, það er alveg rétt. En þú veist, ég var með nýfætt í asíska draumnum. Þetta var mér þetta best á auðvitað sko. Já, þú talar um þetta frumsýningunni, hvernig var það? Hann vildi upphælega skildi hann ekki hvað voru stutt í þessum ferðum, en svo fannst hann þetta oflangt núna. Já, því að fyrir honum þetta, í fyrsta lagi hendar þetta okkur náttúrulega alveg svakalega vel. Okkur finnst þetta öllum ógeðslega skemmtilegt. Að fíblast og gera asnalegt og koma sér í óþægilegar aðstæður. Þetta er ógeðslega skemmtilegt ef þú elskar þetta sko. Og þú ert bara að fara í eitthvað mission og þetta er svo mikið snáðun og rugl og við grennjum og hlátur og það er ógeðslega gaman. Inn í einhverjum bíl bara í 40 stæða hiti í marga tími, allir alveg buga en samt snáðun sko. Þú veist að leiðin eitthvað að gera eitthvað. En það verður náttúrulega alveg þannig, veist, maður að hringja heim og tala við krakkana og allt þetta skilur. En veist, þannig í hinum draumunum sem á undan voru, veist, þá á ekkert barn. Nei. Og veist, og Auddi hefur sagt setningar eins og bara, heyrðu hvað, á þetta barn ekki móður, eða? Veist, þegar hann er að reyna að fá mann út í nokkra bjóra, veist, hann hefur hringt í mig ekkert á sunnudegi, því að þá var hann þunnur og vildi tengja. Og ég var að koma úr sumarbústað með 3 börn, hann var alveg Sveppi, já, hvað er það að gera? Já, hann bara koma úr bústaðina. Ég var ekki að hugsa hvort að ég með langaði svo að bjóða þér á Argentínu steikhús. Ég bara, hvað er þetta, hvað geðu ykkur? Þá langaði hann bara að halda fram að drekka og taka smá eitthvað við félagarnir í Red og Meat sko. Hann er svona smá sunnudagsmaður sko. Ég kemst ekki í þetta sko. Sniður samt að bjóða þér í steik og rautt Já, vissalegt er þið hard sell sko. Þannig að hann dundraði strax út spað ásnum bara, ég er það að bjóða þér í steik og rauðin. Það er tilbúð sem liggur á borðinu. En svo fylgir því náttúrulega vesen. Já, það fylgir því náttúrulega bara karaoke og labba niður Laugaveginn. Já, boccia og píla og heim til hans og spila partners til 5 og þú losnar ekkert, það er málið. Það er ekki þetta að kíkja út í 2 og eina steik sko. Þú er bara mættur í partners kl. 5 nótt. Já, það er bara verið að reyna að véla menn út sko. Nei, en það er alveg rétt, þetta er alveg sem Steindi segir, það verður alveg svona stundum, maður saknar fjölskyldunar. Og þetta er miklu erfiðara fyrir frúna heldur en, þú veist, þetta er miklu erfiðara fyrir heimilið heldur en eitthvað okkur, við förum bara út og erum bara gera þetta, þannig að svo bara, en þetta er svona aðeins meira krefendi að Já, það hefur verið sæmilega giftir kallarnir samt. Já, en þetta lítur ágæti skuld sem eru komin upp í þeir eru komin heim aftur. Já, það er ekki eitthvað svona, herru, já, hvernig var og velkomin heim, þetta er ekki þannig, þetta er bara, maður mætir bara frunni í hurðinu, bara taktu við. Það er bara, þú tekur við Ég er búin að bóka með eitthvað bara fært til Dublin þetta með stelpunum. Nei, þú veist, þetta er, já, en þú veist, jú, þetta er þannig, maður er bara beint í það. Við vorum aðeins að ræða fyrir þátt, sko, menn hefði kannski haldið, er þetta 4. eða 5. drauminn, eitthvað svo leiðis? 50. Sko, þetta myndi einhvern veginn því ég var að eldast og þetta myndi súrna og eitthvað, en þetta er bara betra og betra. Við erum líka, já, það er alltaf ágefni eitthvað svona, hvernig er það? Allir orðnir, sko, Pétur Jón er 53 ára, sko, og hann var bara, Það er 54 ára næsta mánuði. 54 ára í, jú, 53 ára í næsta mánuði, held ég. Já, hann verða 53, 72 mótel, sko. Já, og hann er já, við erum ekki alveg með starffræðan og reynu, og hann er einhver staðar bara hlaupandum á tippinu og eitthvað, og það verður bara hann er bara tippinu í alla þess að þekka. Já, og það er miklu fyndnara, þú veist. Því eldri sem verður, því fyndnara er á að setja alls. Og þetta verður miklu fyndnara til 10 árs. Já, það verður ekki allir meðvitaður þú veist, meðvitaður þetta, og allt bara með krakka og vinir þeirra að horfa á þetta og þú einhvern veginn alveg, er maður alveg asnalegur að vera eitthvað, allir svo meðvitaðir einhvern veginn líka það og það gerir þetta bara svo fyndið og asnalegt sko. Þannig að ég held að aldrei vinni bara með þessu seríu. Já, þá maður heyrir þetta samt mjög oft sko, hvenær ætli að þroskast og er þetta ekki að vera þreytt? Já, það er bara að fara að leiða maður bara hvað er að fara að gera skilja. Hvað, er ykkur fókning endur skoðan þetta þú? Ég verð alveg pirraður sko. Ég bara ef þú ert eitthvað að kjafti að ég sé alltaf að fíblast og hvernig ætli að þroskast aldrei í lífin. Nei, ég meina, ég veit ekki akkur þú ættir að byrja á því. Já, fyrir utan það sko. Er ykkur munur á þessum draum fyrir þá til dæmis sem hafa ekki hort á þetta og samborið við aðra drauma?
ný lönd, nýjar áskorun, ný stig, nýr rugg. Mér finnst þið meira í fucking mod í þessum draumi sko, sem í rós sko. Já, það getur alveg verið. Þetta tala bara kræfari. Já, mér finnst það. Mér finnst þið svona að vera meira til, ekki að meðvitaður sjálfleikur og eru bara léttar. Já, það getur alveg verið. Við náttúrulega vorum sko eins og bara til dæmis í fyrsta þætti þá er verið að slátra kind. Já, blóð og vesen. Og í þætti 2, ég man ekki hvenær, hvort að ég sé búin að drekka blóðið úr beljunni. Nei, ég har ekki komið. Það kemur í, held ég... Og veist, þú sitja þarna á strútsbakinu var eitt og það er náttúrulega ákveðið dýranýð eðlilega. Við gátum ekki verið að pæla í þessu sko. Hafið þið ekki þurft að klippa bara, herrið, ok, þetta er mikið? Þetta flýgur ekki. Það er ekki komið Nei, ég held að það er ekki þurft að klippa. Ef að kindin var ekki klippt út, þá var ekki að klippa neitt út. Það var bara eins og úr tinna, varst ekki trættur að þið myndi bara sjóða ykkur og borða ykkur? Þið voru komin í pott, dómstæla í miðri Afríku, bara ættfólkur í kringum ykkur. Ég heit það, bara settur í stóran pott. Allt inn ykkur byrjar að krydda En sko, þetta var ég held að það sé ekki þannig klift út það sem er klift út er eiginlega bara það sem er leiðilegt eða þú veist það sem virkaði ekki það er bara eitthvað sem við reyndum og það gekk ekki eða eitthvað sem er bara svona götuhark og allar áskorunir er inni Já, ekkert eitthvað sem það er ekkert eitthvað klift út sem er bara eitthvað við getum ekki sýnt þetta, við vorum að stappa á dúfu hérna sko Við náttúrulega erum bara sleppum því að stappa á þeim bara Það er ekki þannig ógeðslegt að við þurfum að klippa það út Menn eru líka bara þú veist, komnir í allt annan kultúr og eru bara, þú veist eins og þið farið þarna í, sem geitin er var það í fyrsta þætti þú veist, þið farið bara þarna inn og farið í þessa aðtöfn sem er actually alvöru aðtöfn taka bara þátt í þessar aðtöfn og það kom bara þessi maður og talaði við okkur og sagði bara þeir fyrstu hvítu mennirni sem kom í þessa aðtöfn og þakka okkur bara fyrir að það væri heldur spes ef þið varu eitthvað getum við aðeins stoppa getum við sleppt þessu með kindina því það er ekki alveg að henda okkur tveim sko og þetta er bara partur af en það er eins og þú veist að spyrja hvað er ólíkt við þessa seríu með við hina draumana þetta er líka sko svo er bara kemistriðið milli mín og Pétur og kemistriðið milli Auta og Steinda er náttúrulega bara þroskast og dafnar bara með hverjum deginu sem líður í þessu lífi skilur og það verður það er svona hlutir eins og þegar Steindi og þeir fundu kongulónu inn á hótelherbyggi skilur þeir eru ekkert að græða einhver stig á þessu það er bara að vera að mynda og sama þegar ég og Pétur erum eitthvað að snáðast á þess að vera að safna stigum að við erum bara byttu út í hvað erum við komin í hérna þetta er nú meira eitthvað bla 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 snáðurinn er svo góð það verður oft það er kannski meira líka afalískur svoleiðis frekar heldur en að bara við séum að hlaupa eftir einhverju stigum að gera þetta og gera þetta þá erum við líka bara svona stundum átt okkur á aðstæðan bara sérðu hvað er ruglað að gera þarna maður og veist eitthvað svona þannig líka sko svona ferðaþáttur einmitt og bara ég held að sé ógeðslega erfitt fyrir einhvern ég held að sé ógeðslega erfitt að para random menn í þetta þú veist þú verður að fara bara með eitthvað svo þekkir fáralega vel að því að kemistri er bara þannig að stundum er bara Sveppi pirraður á Pétri og þorir því bara það myndi kannski ekki að láta bara En það bara skjölda kamerun í smástund Nei, ég sé, hann myndi kannski ekki fara Þá er látið ganga Það er líku gullið En þú Sveppi myndi kannski ekki fara að ausa bara yfir kannski Sigurjón Kjartansson sem hann þekkir mjög vel en skilur, þeir eru ekki svona rosalega mikið saman og það er svo mikið möst að þess að tilfinninga fái bara eftir, þetta er svo langt ferðalag og þú ert komin á dag 25 og þegar þráðurinn voru stuttur og þá gerist líka ógeðslega gott stöf sko, þegar menn eru konum með stuttan þráð Eitt sem ég með Mér langar að skjóta inn í þetta er það sem að gerir þess að þætti ekki góða heldur frábæra bæði hvað snáðun er skemmtileg og kemistriðan kemistriðan ég geti látið hvora aðra að heyra þú veist líka bara að því maður þekkir maður veit að þessi hræðsla er ósvikið við köngulegnar og þegar þið eru upp á hótelherbyggi með að líma okkur að leita það er finnast aðrið sem að þegar þið fáið að leika lausum hala veistu það, mér finnst eiginlega það skemmtilegasta sem ég geri er að biðja aðstoð á hótelherbyggi og Pétur, hann var með þessa hugmynd hann dreymdi þetta, hann búin að tala þetta áður með fórum í draum að teipa á sér drast og vera heisáta, hann langar alltaf að koma því að vera heisáta það er ekki frá honum, ég held að hann var alltaf að tala við verðum að gera það núna, vera heisáta
og við erum í öllum það ekkert fyndið að vera heisa þetta búið að vera stigaregla í öllum draumunum sko. Mér minnar ég setti þetta inn í asíska eða eitthvað bara vera heisa bara því að hann vildi það svo mikið svo bara hann engi gert þetta sko Nei, og nú var keypt heisáta Allir fengu heisátu með sér Sko þeir sömdu stíin eins og var að tala Sko Auðun Blöndal var í góðu viðtali hjá Hjörvari kollega okkar sem var að tala að því hafa alveg aðeins breytt stigareglunni að margt sem að fekk að fljúga í fyrstu draumunum myndi ekki fljúga í dag Eru þið orðnir meira woke eða PC í stigagjöfinni? Eru þið farið að fara passa hvað má ekki Já, við erum búin að breyta náttúrulega og það náttúrulega bara eðli málsins samkvæmt sko. og bara tímandi breytast og það, veist, eins og bara til dæmis með dæmi? Já, ég meina lifta Asíubúa í Asíu til dæmis, það var stig taka mynd af offitu sjúkling í Ameríku Jú, lifta Asíubúa í Bandaríkjunum Já Það var eitthvað Þú ert ekki að lifta Asíubúa í Asíu það var bara Já, það var í ameríska og líka taka mynd af offitu sjúkling skilurðu? Það myndi ekki fljúga í dag og það er ekki við að vera eitthvað skilurðu, maður finnur bara það er ekki fyndið það næri ekki inn það er ekki væri ekkit addon við þáttinn sko Nei. Og ég veit ekki einu sinni hvort okkur fannst það bara eitthvað fyndið árið 2012 eða eitthvað var það þá sko mögulega Já, ég meina, þú veist, við bara höfum alltaf skrifað niður bara það sem okkur finnst vera fyndið þannig að þú veist, ég meina það er alveg líkur að því að draumurinn sem er núna í gangi muni eldast illa, hver veit skilur við Já, ég er báttið sko En það er alltaf verið að reyna bara að vera fyndnir, þú veist, það er ekki verið að reyna að særa neitt Nei, ég held að það hefði bara hitt á ég er alltaf með PR-gleraugun á mér sko, þetta er ekki neitt í hug sko Nei, en svo finnst mér alveg samt líka gaman stundum að rugga bátt sko. Veist, ég hef alveg gaman að því sko. það er ekki nýtt en þá er ég alltaf bara að fylgja eigin sannfæringu og er tilbúin til að standa og falla með þeim orðum eða þeim gjörningi sem ég geri En svo 10 ára setna það kannski fer að draga í land Já, gæti verið sko, vendum hvaðinu aðeins í kross östnöð úr því þú nefnir þetta Sveppi sko, þú tókst einhverja eða finnast það sem ég hef séð í íslensku sjónvarpi lengi líka út af sjokkfaktornum í banna að hlæja með pedofílin þú veist ekkit hvort þú sért barnaneyðingur kannski ertu ekki búin að hitta rétt að krakkan þú veist, hvað má og hvað ekki má allt í gríni Sagði þetta ekki við Sítjó þegar hann með skoppið Já, ég mitt hoppakastalan Típiskur svona einhver bataningur með hoppakastalan sko. Nei, allt í gríni Sítjó með breytt bak Þetta var ekkert grín sko Ég er að meina þetta Þú veist ekki hvort þú ert bataningur þínu heitir þetta bandi Ég var ekki eins og að reyna að vera fyndin Þetta er bara staðir Nei, þetta er náttúrulega bara partur af gríni Það er svona sjokk faktorinn og segja eitthvað sem að stuðar og fólk bara þessi þáttu náttúrulega gekk þetta er náttúrulega líka ógeðslega að finna grín sko þessi þáttu gekk út á það þetta er bara eins og brandarinn skilur það er ógeðslega fyndi bara veist, þessir helvitis bataningar út allt og eitthvað svona bla 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 og einhvern tíma sagði ég þetta er nú ekki komið frá mér ég stali svo eitthvað staðar frá og ég sagði einhvern tíma bara en við getum alltaf að hugga okkur það að þeir keyra hægt fram hjá leikskólum og skólum veist þeir eru alltaf ekki að keyra niður Nú kemur önnu frétt Svo mikið myrkur á Íslandi Hann er að safna svona fréttum Þeir eru ekkert að keyra hratt, þeir eru að keyra hægt og þá er náttúrulega hættan minni náttúrulega Þetta er bara 50 bull En er þeir ekki orðið drullu sama? Jú, mér er nú svona nokk sama þetta allt sko Sérstaklega ef ég er ekki að minni samfæring að fara eitthvað yfir strikið sko Jú, svo er allt bara votur önduði breytt Svo kannski þarf að hafa líka aðeins með að var ekki þátturinn sýndur á þannig tíma og var hann ekki bannaður hann á 16 Það kom inn á, Ötti sagði svona 10 sem við byrjum þáttar Já, var hann ekki bara, þú veist, þetta er bannaður þáttur og eitthvað svona Já, það er ekki, við notum þetta náttúrulega rosa mikið í 70 mínútum sem að var náttúrulega ætti á tímabil að vera bannaður sko og allt sem er vinsælt verður náttúrulega líka bara vinsælt fyrir börn skilurðu og veist, ég meina Birgitta Haugdal ætlaði ekki að vera barnastjarna hún ætlaði bara rockstjarna og svo bara er hún mjög vinsæl og það er allir að hlusta og þá er náttúrulega fara allir krakkar að hlusta líka og svo komast bara krakkar í hvað sem er þetta er bara eins og veist, þú kemst ekkert upp með það að vera bara með sjónvastátt sem er bandarinn á 16 ef þú ert bara með eitthvað með eyrnanar kemstu yfir allt sem þú vilt sjá
í sjónvarpi, bara með þetta í höndum sko. Með efnisveituna og getur hort á þetta hvernig sem þannig að það er mjög erfitt að vera með þetta bara 16 það er kannski eitt sem við langar að skjóta inn í þegar Steindi talar efnisveituna sko, við vorum að heyra það fyrir þátt að það er eitthvað lið sem að downloada þessa þáttum við viljum bara læsa þetta fólk inni og hvetja allar til að sér áskrift á Stöð 2 stiðja við gott íslenskt efni líka bara, þú veist þetta kostar mjög lítið kostar ekki neitt ég er alltaf að hitta eitthvað liðskot og götu og búin að tjekka á þessu eða hinu og svona ég veit ekki, ég er ekki með Stöð 2 maður kostar ekki bara 20 skallar með þetta og bara það kostar 3,9 sko. Það er, þú veist, það er 2 bjóra sko. Getur alveg giftir þetta, eða flestir skilur þannig að þetta er ekki 20 skall nei, allir að næla sér áskrift ég mæli með það er liðið sem er að segja þetta viðmót og götu er mold ríkt líka í þokkabót sem nennir ekki að nei, bara maður með svo mikið sko, Netflix Nei, en ég held að þetta muni bara alltaf fylgja líka með, þú veist en svo er maður náttúrulega líka bara í þeirri stöðu maður er náttúrulega gasbrandi alla daga og takað upp þætti og svona það er alveg eðlilegt að maður reki sig á af og til og mér finnst það allt í lagi sko, ég er alveg til ég að reka mig á og byggast afsökunar og fá að heyra bara, svona gerur þetta er ekki máli sko, ok, hvað minna mér svo að fyndi, þú er náttúrulega að hugsa um þetta og þetta rétt, og þá er maður bara tilbúin til þess að koma og segja bara, þetta, ég skautaði eins og ég markið þetta var daldið klúður mér og ég tek það bara kassan og bara byggst afsökunar og ætla að fá að hugsa minn gang í þessum málum sko, og svo heldur maður bara áfram að það er ekki nefnur leið nei, þú veist, maður er bara alltaf í einhverju náttúrulega með podcast og útvarstátt og einhvern veginn út alltaf röflandi út allt en þetta verður alltaf meira vesen þegar endurskoðandi rugglast eitthvað í skattaskýslu hann fær ekki jafn mikið á baukinn sko nei það er bara áfram gag sko já því að það er bara einhver einn bara heyrðu er þetta ekki vitlaust jú þetta er líklega vitlaust bætti við heyrðu fyrir ekki þetta sendið inn ég var búin að senda þetta inn ég þarf að byrja fresta á þessu þá ertu bara með einhvern eitt brjálaðan sko en veistu svo kemur einhver trúður sem er bara fyrir framann alla alþjóð bara barnaníkar og þá er miklu fleiri sem er alltaf stímaði nei það er bara eins og það er kalda stúdíónu sólinn fer auðvitað hækkandi byrtan að fylla daginn og náttúran öll að lifna við heldur betur það er gaman að vakna við fuglasöngin en það er eitt sko þegar það hlýnar þetta kann að hljóma öfusnúi þá er þetta betra og betra að fá sér kalda light kalda light eða bara þann klassíska sem er líka góður sko algjörlega og svo bara 0,0% við strákarnir vorum í kalda í kvöld og mér sýndist allir vera bara Steindu og Sveppi gáðu þessu bestu meðmæli ljómandi káti með gullið frá Áskósandinum hreint íslenskt vatn það gerist ekki betur en það svo er það Autocenter 5 stjörnu votta Tesla verkstæði tjónaskoðun veistu hvað hún kostar Birkir Karl? Ég veit ekki 30.000 Þero krónur ég er að læra spænskunum núna Þero það er Þero og þið getur kynnt ykkur þjónustan frá Autocenter á autocenter.is en ég hvet allar til þess að kíkja á strákana þetta er hérna á Skemmuveginu það sem öll betri verkstæði eru og Autocenter eru þar fremstir í flokki gera við rúður og það er allar tegundir bíla fyrir aftan Bíkó rétt sko Bíkó er enda fyrir framan Autocenter en það er önnur sá rétt Serrano, við erum með kóðan góða Burrito eftir dark 20% afsláttur og ég minna það er aðeins á netinu starfsmennir vita ekkert hvað ég veit til þess að einhverju hafa komið að tóm kóðanum starfsmennir komið að fjöllum en það er okkur Burrito eftir dark þau vita ekkert þau eru bara að einbytta sér að gera bestu vefjarnar í bransan aftast í rauðina kallið minn en það er Burrito eftir dark 20% það munar það síðustu verstu sem síðustu verstu svo er það Dynat nýju og gömlu vinur okkar heldur betur maður ekki væntu það er íslensk nýsköpun sem er farin að færa út kvíarnar Ingatina hún er geitin í leiknum og það er Dynat.is og appið bóka borð, panta mat bóka viðburð, keistur afræðan gjafbröð það er náttúrulega einstaklega sniðut en það vantar gjöf að gefa einmitt, bara gefa upplifun í gjöf og ekki vera einskorðaði við eitthvað ákveð þú getur gefið 50 skall hann eða hún 20 skall á þessu veitingasta 10 þarna það er svona 15, með fermingagjafirnar í dag það er bullandi verðbólki þessu eins og öðru það er gamli 50.000 skall og þá er nú skemmtilega að gefa upplifun akkurat talandi um upplifun Bing Cat Bing Cat pizzanhýfurinn hann er auðvitað eftirfari
ég ætla ekki að segja eftirbátur því hann engu síðri, en hann eftirfari Easy Cheese sem að þetta Ostabóksi fræga. Já, það ein merkasta uppfinning síðan eldurinn og hjólið, ætla ég bara að segja. Þetta að segja, ég þurf ekki að setja ostinn minn í plastbóka? Nei, sko, þú setur hann í box og en osturinn alltaf að minka, hann fer alltaf undir boxi eða eitthvað. Skilja ekki. Nei, það var bara þrýstur hann upp, ekki málið. Beinkatt, einstaklega lælur, hugulugur, ásýndar. Svo það orka náttúrunnar. Já. Stingdu bílnum í samband og njóttu lífsins með ON-appinu. Fylgstu líka bara með því. Hann verður bara grætn með prósentilandi bara. Ég fer oft bara, hendi mér niður á orkustöðu þarna í Vesturbænum og svo lappa ég bara í kaffi til mömmu og pappa og ég sé bara, sorry ég þarf að kveða ykkur, það bara 5% eftir allt klárt í appinu. Orkanáttúrunar. Enga stund, en svo getið líka tekið þetta heim til ykkar og stungið honum í samband bara eins og ykkur hendar. Það orkanáttúrunar sem græða það einnig. En mér ákveða að við ekki aðeins aftur að draumnum af því að það voru nokkur atriði þarna af þeim sem eru komin sem eru svo helvíti góð. Það var ekkert vittlaust, kæri hlustandi, ef þú eftir að hlusta, keyptu þér áskrift, horfðu á alla 3 þættina byrja á því og taktu síðan hlaðvarpið sko. Já. Af því annars verður þetta out of context. Tökum til að mynda BDSM-atrið. Það var þessi sjokkfaktor hvað þetta var ótrúlega gott. Já, þetta var agalegt samt sko. Ég trúi því. Það sem svo vont við svona atriði að þú veist ekki hvað hún að fara að segja næst. Þú veist ekki, þú ert bara með blöðru í rassinum og þú veist, blöðarinn að sprengja hana. Maður hugsa náttúrulega bara, shit maður, hvað ég að fara að gera eftir þetta? Fattar við? Og eitthvað svona. Þannig að það óvissan mjög óþægileg. Þú lappa bara inn í einhverja díflessu í liðubúning og það bara, veist bara, ég að fara að vera bara í klukkutíma, 1,5. Ég veit ekkert hvað að fara að gera. Ég kastaði nú næst í upp þegar þú þurftir að éta spagetti á gólfinu. Það var það sem þurfti að gerast næst. Það var hella maður. Og líka ímyndaði hvað búið að ganga á það sko. Ángrín sko. Það búið að ganga svo mikið á sko. Hún sagði mér að ég hef látið fólk éta upp ælu á gólfinu. Annað fólk, fuck me maður. Ég var líka með maður með þessu öllum maður. Ég svona ég á nálum að núti sko, ég er alveg að vera hreinskilinn sko. Ég fucking kvíðinn að núti sko. og við bara vorum að fá líka bara ferðin byrjaði hræðilega. Við náttúrulega fórum til Nýja-Sjálands og þetta er bara erfiðasta ferðalagi heimi og við fórum í, þú veist, eitthvað til Finnlands eða svo til Katar og svo 16 tíma vel yfir og ég hef aldrei ég farið til Vegas og svona og það hefur aldrei fokkan eitt í mér að fara eitthvað, það er samt alveg 10 tíma ferðalega og munar alveg 6 tímum eða ekki. Það er tvennt ólíkt að fara í austur og vestur. Já, er það ekki? Jú. Af því að í þessa, það er eitthvað að fara í þessa átt. Já, þetta er vitlaus átt. Ég hef aldrei verið í svefnvesinni bara á æfinni. Þetta er bara sem betur fer. Ég er nefnilega svo mikið lestrarhestur. Ég er að lesa bók sem heitir Why We Sleep. Já. Og það er verið að ræða þetta í bókinni. Er það? Ég þarf að kíkja á þetta því að ég hef aldrei upplifað svona. Ég gat ekki sofið og enginn af okkur sko. Þú veist, þetta var alveg blöfa líki fokki og ég var í einhverju alvöru fokki sko. Ég rótdokkaði bara heilu næturnar sko. Var alltaf að senda strákana í eitthvað snáðast bara inn á herbyggi og ekkert að gera og bara, ég gat ekki sofið. Þannig að við sváum kannski klukkutíma bara. En þú nú svona pillugall. Já, og ég svona, sem betur fer lendi ég í þessu frekar kannski svona vesti í þessu frekar en einhver annar. Já, er ágættur á litlu svefni sko, en blöðarinn verður brjálaður sko, bara ef hann sefur lítið það fær ekki að borða og svona dót sko. En við lendum samt allir í að eiga svona nætur, en þetta var bara fyrsta vikan var bara, ég hugsaði, að því að svo sagði Fannar mér alveg fokkt á plöti sko. Fannar Sveins í þarfrutum hann lendi inn í sniði, hann svaf ekkert bara í 2 vikur ekki hægt. Já, það er hægt hann lendi í því, ég sagði hann hvað er það bulla, þetta svafst hann bara, ég bara svaf ekki hann fór til læknis og kom það bara out of the blue hjá hann? Nei, hann fekk bara alltaf í vinnunni og svo bara alltaf 2 vikur og hann sagði bara, það var ekkert í gangi hjá mér, ég var ekki að vinna eitthvað mikið, bara ég gat ekki sofið og hann fór til læknis fekk einhverjar sterkustu svefntöflur sem lækningar gefa honum, virka ekki
og hann var bara, hann sagði ég vona að ég lægi sér að segja það jú, hann nettur sko með það og hann var að segja bara, ég var bara orðin bara, ég fann að segja offsjónir bara, bara komin í rugl og hann var að segja þetta við mig sko, meðan ég var einhvern veginn að geta náða að sofa. Það er alltaf ekki gott að segja svona við Steindar. Það held ég að hafi alveg fokkað mér alveg upp líka, ég held ég væri komið með það og ég væri bara að fara að sofa bara ekkert og í 2-3 vikur Það er fyrsta sem Steindar á að gera þegar hann kaupir sér pillur, það er að henda lífsselnum af því ef hann fyrir að lesa aukaverkanir þá fara þær að poppa bara inn hægri vinstri sko. Já, ég svona kvíðakall sko og ég og málið að það er vest af öllu sem hægt að lendi í er svefnleysi. Já, þetta var alveg hella sko. Þú vilt frekar bara vera blindur á öðru auga sko. Og fórstu á bara á herbyggi og bara náður ekki að sofna. Já, fóru bara á herbyggi og svo vorum við bara með tjatt náttúrulega bara, þú veist, sammeilegt við strákan og svo vorum við með okkar eigi tjatt, þú veist, hvernig er lobby, hvernig er þetta og eitt og við vorum bara send off bara á nóttinni, bara 3 klukktíma fresti, bara allir vakandi ennþá, bara allir bara, allir í hakki, og var allir að reyna bara að sofna og svona var þetta bara í marga daga sko. Það var alveg frekar hella sko. Já, þetta er hellað. Hvað lönd eigið eftir, ef þú mátt segja það? Eða mátt ekki segja kannski? Núna? Jú, það ekki. Jú, skiptir engum máli. Eða hvað erum við að spoila það? Nei, það er ekki þess að fólk bara oh my god, þeir eru að vera í Dubai, oh my lord. Já, ég veit ekki eins og við erum núna, við erum ennþá í Ástralíu held ég, allavega ég veit því, þannig að Hvenær kemur þessi þáttur út? Hann kemur bara út á morgun. Já, morgun. Já, bara hent út. Ég held að í næsta þættir við að fara til Eþíópíu. Já, við erum að fara til Filippseyja. Já, svo fórum við til Indlands. Já, við Nepal. Og þaðan til Dubai. Það er svona seinasta harkið, seinustu áskorunar og bara stóra reysið. Sem var geggjað núna í ár. Það var mikið lagt í reysi sko, það er út allt sko. Og það var líka bara í Dubai sko, þú mátt ekki, ef þú tekur upp kameru það kom bara svo 5 öryggisverðir bara á sekúndinu, þú veist, það má ekkert. Þú veist, það var ekki gott land til þess að enda í mjög krefjandi að taka upp þar, þú mátt ekki fara bara á götu og ít á rekk. Það þarf að fara eins út til að vera með vesen og það var enginn út á götu beint líka ógeðslega 40 stæð hitt ógeðslega heitt og allt mjög erfitt en þetta verður mjög gott það sem við gerðum sko. Annað atrið sem ég verð eiginlega taka fyrir sko og hrósa þér Sveppi ég á fórst hálfur út úr bílnum ég aldrei sé hana eins í driftið þú varst rosalegt sko ósmeykur þar miða við að ég skildi hafa fokkað upp þessu tussu tegjustökki þarna sko Mér varst þetta miklu svakalegra sko. Mér varst þetta bara stórhættulegt. Þetta var lífshættulegt. Ég fekk, veistu hvað, svo fekk ég skilabóð frá vini mínum Þrándi okkar manni okkar besta manni hann nefnilega við áttum það til þegar við vorum í Breiðholtinu í gamla dag komum við með bílpróf þá fórum við stundum á kvartmílubrautina að keyra eins hratt og við gátum náttúrulega ekki verið að segja frá þessu en ég ætlaði samt að gera og þá lá einn félagi okkar upp á þaki og hélt bara í bara svo í death proof bara hélt í þakið í gluggana sikkur megin og ég lá á húttinu og hélt í hútti og svo keyrðan bara Þrándi bara 140 km hraða kvartmílubrautinu bara ég ætla að keyra, leið mér að vera upp á þaki og svo bara fram og tilbaka allir upp á bílnum, stórhættulegt og þegar hann sá þetta þá var hann bara þú varst út í æfingu í einhverju svona rugli þú varst í æfingu en þetta var alveg þetta var rosalegt það til dæmis kom ekki fram þarna það var til dæmis að því að þið voru að tala að Suður-Afríka væri mögulega hættulegt land þetta var eitthvað sem bara við vissum að ekki væri hægt að gera og við og fixerinn okkar úti í Suður-Afríku segir okkur bara frá þessu hún segir okkur bara frá þessu hún heitir sko Lunga og kemur frá Jóhannesaborg sem er hættulegri heldur en Cape Town sko og hún segir okkur frá þessu og er alltaf að tala við einhvern gæja sem er að stýra þessu drifti og eitthvað svona og bara heyrðu, hann er búin að færa drifti þetta er ekki inn í Cape Town, þetta er aðeins fyrir utan en þetta er í mjög slæmu hverfi og veistu, við bara ok er þetta eitthvað þannig að við þurfum að hafa áhyggjur veist þetta er mjög hættulegt hverfi og þegar maður sér á henni að hún er orðin svona og er lokal heimamaður sem er orðin evins veist, það er bara eins og sjá verið í flugvél með hræddum flugmanni sko sem er náttúrulega það hafa oft komið upp vafasum moment sko vafasum moment þetta er eins og í Jamaica við lendum ég og Eddi lendum alveg í frekar steiktu dæmi þar þá vorum við bara
áttum ekkert að vera þvælast mikið, eða þú ert svo bara einhvern veginn, þú áttum að hjálpa einhverjum að flytja, eða eitthvað, færa húsgagn eða eitthvað, mann ekki, maður þetta og við förum bara með einhverjum og hann eitthvað, já, þetta bara hérna og svo þetta, já, hvað þetta? Þú veist, þetta aðeins lengra þetta og þetta aðeins lengra og komin einhvern veginn, bara svona, já, nú erum við bara, ég blöð og, þú veist, allan tökum aður, ein gata til eða frá. Já, og ég fann bara við erum komnir, þar sem að við stjórnum ekki hvað að gerast, sko. Og ég segi bara heiðarlegur, bara, ég þú veist, ég veit ekki, við erum að spáði að fara tilbaka og okkur líst ekki alveg á þetta, við erum bara þrýrna og við erum ekki hérna og við erum með kameruna og bara, þá bara var gaur með honum, bara tóku bólinn, bara byssa, bara þið eru með okkur, sko, þið eru alveg góðir, sko. Og þá var ég bara svona, já, við verðum að fara tilbaka, bara 100%, bara núna. Nei, hann var með byssu. Já, hann var bara með byssu og veist, og svo var ekkert einhver öryggistilfinning sem þú fyrst. Nei, ekki neitt. Bara þegar einhver bara, ókunni gaur, engar á ég vopnaður og þú bara með mér, bara ég þekki þig ekki, sko. Og en síðan þú veist, eins og í Kólumbíu líka þá þurftu lögreglufylgd einsunni inn í hverfi. En það bara, það svo steikt, þú lappar, ef þú ert komin á svona staði sem eru hættuleg hverfi, þá stundum ein gata og þú ferð til hægri, það bara í lagi, og þú ferð til vinstri, þá ertu í vesinni. Gatan alveg eins. Það engin munur á húsunum, stemningunni, fólkinu, þú ert bara þarna og þú þarf bara að fá leyfi hérna meginn og búa að láta vita og borga eitthvað eða gera eitthvað og hinum meginn getur þú bara að fara og fíblast eins og vilt, sko. Og þetta ástæðan fyrir að fixerarnir alltaf með okkur svona yfirleitt. Stýr okkur í rétta átt. Já, og leið og fara, þú veist, eru ekki komnir að hitta okkur eða ekki með okkur eftir moment á lendir maður í að fæða eitthvað húsgögn eitthvað. En þá maður ekki að henda sér á pöppur alltaf kvöldinu eða eitthvað. Nei, þið getið náttúrulega gert það í Ástralíu, sko. Já, það var ekkert mál í Ástralíu. Við fórum alveg til og með svo einhvern skemmtistað í Eþjópíu sem var ógeðslega fyndið og gaman að vera, sko. Inn í bara Addis Ababa sem höfuðborgin og vorum bara að drekka bjór og bara stemming og allir að dansa, sko. Og veistu, svo hótelbarinn nú oft svona bara the safest place to be og svo ertu ekki að nenna endilega bara hei, búin í 12 tíma tökum hefur ekki að fara á fróðudiskó hérna. Þú veist, þú nennir ekki á pub með trúbador eða neitt og vilt bara sitjast og rauðvín. Ef það einhver góð gata með einhverju stöðum sem þetta fór að borða og gera eitthvað smá, það bara geggjað. Já, þetta já, algjörlega, þetta í rauninni bara þetta þannig að þú veist, þetta ekki eitthvað svona, ef þú fokkar upp þá ekki einhverju 20 gæjar að hlaupa með stóra bómur út öllu runnum þetta fali myndavélina og að róa alla, þetta eru bara, við erum bara 4 og stundum náttúrulega eins og í hinum draumunum voru oft bara 3, því þá var pródusentinn alltaf bara, eða oft á kaffihúsi að undirbúa næsta og eitthvað svona en annars eru við bara 4 og veist, þetta bara svolítið ef eitthvað fer alveg úrskeiðis þá bara hlaupa, sko. Þetta ekki svo Borat, sko. Nei. Sem eru örugglega með bara 40 lögfræðinga og bara lífverði. Þannig að þegar þú ert eitthvað svona, ég ætla að fara gera eitthvað, fell eitthvað hvað sem ótt að vera að gera, sko. Þá þarf alveg líka að vera bara svona, ég ætla ekki að gera við þennan þessi virðist vera smá að taka ágætt líta kannski maður þarf að reyna að lesa þessi í glottið á mönnum eru menn sæmilega hressir. Já, það nefnilega slöða, stundu sér maður alveg lið bregðast strax illa við, sko. Og ég veit bara þegar við vorum í Perú þá fengum við sem stig fyrir að eigna skæludýr. Já. Og þá fórum við eitthvað fátækrahverfi í Perú og það eru bara hundar út allt og við bara, ég kem þetta bara með breitt bak og stæla bara og trallala rosa kátur og eitthvað hundarnir brjálaðir og kamera með mér og það eitthvað gægilega trúð og ég kissan og Pétur með og við erum bara svona og það svona völlur á mér eins og getur verið stundum sem ég ræði ekkert við og og við heyrum það ekki fyrir eftir á þegar við vorum komni með hundin bara inn í bíl og fórum bara með hann til dýralæknis og sprautum hann og vorum bara með honum heilan dag þá var gætin farin að segja við Lúlla bara we gotta go now hann var alltaf að segja við Lúlla bara þetta orðið búin að vera lengi ég bara, veist, ef hann farin að segja en Lúlli sá okkur þetta ekki fyrir eftir maður þarf að rótira svæðum svolítið. Það ekki hægt að vera allt og lengi að veitum götu. Nei. Það vesinn, sko. Þetta svolítið eins og jólasveitnin, sko. Þetta bara in and out operation. Þetta bara nákvæmlega þannig. Það svolítið þannig. Anna, sko, ég fekk nokkra fyrirspurnir í aðdraganda þáttarins þessa spurningu.
maðurinn sem þið teymdu í baðið. Já, við þurfum að ræða það. Það hlýtur að hafa verið sviðsett borgáðunum með eitthvað. Nei, hann fekk ekki greitt fyrir að fara í þetta bað. Þetta er óþægil sem sé. Já, þetta er endurskoðandi. Þetta var samt algjör stemningsmaður. Var hann á sama hótel á því? Nei, hann var nýkominn að bara tennisæfingu. Já. Og sko, það sem er ekki í þættinum er að Blöð segja við hann að við séum í einhverju reysi og við séum bara einu mómenti frá því að vinna bara einhvern insane pening. Já, ok. Blöð laug á hann, sko. Blöð lífur er fucking óþolandi. Hann notar svona taktík, sko. Þú veist gaman að heyra þetta sé svona mikil keppn. Nei, bara, þetta er alveg keppn. Eru þið með eitthvað undir á milli ykkar, eða? Milli liðana? Já. Nei, við erum ekki pælt í því, sko. Nei, það var alveg snið. En Blöð er svo, í fyrsta lagi er hann alltaf bara mikill keppnismadur. Já. Og ég kefti hann bara í borðtennis og ég kefti hann í skák og skvassi og ég vann hann alltaf í borðtennis og í skák og í skvassi þannig til að hann var búin að æfa sig það mikið og búin að brjóta það marga spaða að hann var fann að vinna mig í borðtennis, skák og skvassi, skilu. Í alvörunni? Bara þegar vorum í 70 mínútum þá bara vorum við spiluð við borðtennis og það var tekin ákvörðun á fundi að við mættum ekki spila borðtennis fyrir hádegi að því við tókum alltaf þáttinn upp í hádeginu. Svo það væri vinir í tökum. Svo það væri gaman í tökunum og svo var þetta, og ég spilaði við hann borðtennis einu sinni og hann tapaði og ég var ekki komin inn á skrifstofu þá sá ég bara rauðan Hyundai Coupe keiri burtu. Fór bara. Skilu, hann er svona ríkur, hann er bara, veist, hann er með þessi ennþá svona, bara ef United er að tapa ekki og hann er bara með félunum að drekka bjór, það er bara, þetta grína! Þetta er eins og vorum að skrifa steipustöðuna. Farin! Vorum að skrifa steipustöðuna, var hann einmitt líka, þá var bara ákveðið að fara í pingpong og alltaf vera með halda utan að mjög mikilvægt fyrir hann að halda utan stíin allt skrifferðli þannig að það var alltaf hægt að sjá sko hver er þegar hann tapar í dag þú veist þá er hann samt kannski að vinna ef þú tekur mánuðinn þennan þetta var svona hann er alveg kolrönd. Já ég meina ef þú spilum við hann skvast þá er það sko hérna ef hann er undir þá telur hann ekki stíin nema í huganum skilu en ef hann er yfir þá kemur alltaf bara 4-2 5-2 þá er hann með alveg að reyna og kallar þau hátt en ef hann er undir þá er eitthvað bara hvað er staðan? Ég veit ekki ég er yfir eða ekki? Jú, ég veit ekki hvað er ekki að tala stíðin eða? En já, endurskoðandinn Já, nei, bara hann það væri gaman að taka kannski fá fann að klippa alltaf að klippa allt atriði sko, og setja á í story eða eitthvað uncut útgáfan þegar auðvitað er að ljúi sánum sko. Það væri gaman að muna þetta með mér sem við það er gaman að henda því út að því að það er sko gaurinn fekk söluræðu sko. Sölublöðin mætti bara og var að selja honum þetta alveg í marga mínútur skilur það er ekki að hafa það bara allt Mér sýndist þannig að bara hafa nokkuð gaman að þessu Já, þetta var geggjaða gæði, við fórum svo bara niður og fengum okkur bjórum með honum. Þið tókum kaldan með honum Já, tókum 3 kaldan með honum sko. Þetta var þannig gaur, þetta var 3 kaldan gaur Aldrei nenn að taka 3 kalda með einhvernum rassus Ég væri bara, þessi verið maður verið að fara Ég teki skálið og svo farið Þetta er alltaf bara búinn, hvað, við viljum að bjóða þær annan eða þú veist, hann var bara til Svo tekum við þetta kassan Já, þetta var toppmaður en það er að við þurfum að sína fólki söluræðina það er að sína hvernig blöð hann er svakalegur hann bara lígur sko eitt sem ég langar að taka sem eru áskorannar eitthvað beggja í þætti 2 sko byrjum þeir sveppi þú gugnaðir aðeins setna en Peter en þið brotnuðu báðir ég vissi allar tíman að Pétur var ekki fyrir kynni sko. hann er aldrei að fara í það sko aldrei, í lífinu sko var það bara leikþáttur að lappa þarna eitthvað hjá Pétri, hann var bara að reyna að komast eins langt og hann gatt og við vissum allir að það var bara tímaspursmál hvenar það myndi brotna þú var ekki bara svektur, maður sá það hvað þú varst fuck off maður, mér langaði svo var ég líka í fyrsta lagi var ég mjög fúll út í sjálfum mig ég var mjög fúll út í pródúsjónuna fyrir að hafa sett þetta atrið ég var mjög reiður við alla meðan allir fá þetta og ég líka og svo var ég líka reiður við Pétur
að sína enga stuðning í þessu Ekki neitt sko, alvörinni. ég veit það Ekkert verið hann bara, Sveppi, þú þarft ekki að gera þetta Þú þarft ekki að gera þetta Hann að segja það bara við mig Þegar ég þarf að vera með gæja svo blöðsum bara gílir þetta áfram og keirir þá hann bara, Sveppi, þú þarft ekki að gera þetta sko. Þegar þú veist, ef hann hættur við allavega peppaði þig áfram en þú veist, ég sko, mér finnst að fallega stökki rólunu sem við fórum í og tegjustökki það eina í þessu sem þú þarft sjálfur að henda þér þú veist, í rólunni það er ógæst Rólan var viðbjóður sko nei, þetta er sá það sem kúklaði svona hálfur úr rólunni já, það var hérna kona sem dinglaði í þessu maður það er agalegt að sjá það líka því ég fór að googla þetta sko og hérna en málið er það sem gerðist líki en að, já, til að klára, þá finnst mér tegjustök bara vest af þessu að því að þú veist, þú ert alltaf framalangurum í fallegastök, skilur þú veist, það er eitthvað með þér nefnum sett búið með einhverja tíma og sem við höfum ekki tími að núti þú er bara einhver sem hendi sér út með þér og síðan er í rólan þá ertu bara situr þarna og ítir ekki á takkan sjálfur skilur þú þannig að fallegast, nei hérna tegjustökki er að þurfa að taka skrefið og bara hausinn á undan og bara mér skild alveg þú fórst helviti langsamt þú fórst bara út að leiðranda og svo orður þér niður og bara glemdi já, ég var samt að það fastur í sko þá átt eftir að ég var alveg með varan á sko, ég var aðeins að fá að skoða aðstæður þarna sko en veistu, svo það sem að fyrir mest í töðunum er það sko að svo erum við í tökum þarna ég labba brúna og við erum með kamerur og Pétur er hinum einn og það er hérna kamerumæður með honum líka við reynum að svissa og svo stundum 2 og ég er á þessari brúurgli í svona 1,5 tíma það var einmitt að sé alltaf að koma sko að því að margir hugsa að þetta er svo mikið veist að vera þess að gaurar er bara að ferðast og hvað er mikið af þessu tíma sem fer bara í að bíða og svona svo stend ég bara upp að sitja bara á brúnni að því að ég þurfti að bíða eftir því að Hákon þurfti að hlaupa út í bíl og sækja dróna að því að hann vildi dróna mig labba á brúnni svo þurfti ég að labba alla leið tilbaka því að drónin var komin á loft og þurfti að labba alla leið líka bara til að eiga nóg myndefni til að klippa að búa til TV líka og svona sko þannig að ég er ógeðslega lengi upp á þessari brú og á sama tíma þá eru bara einhverja stelpur þarna bara eitthvað mi og þær bara tegjust upp og fara ég er bara fucking kjaftaði maður þær bara it's so nice maður ég tengdi náttúrulega sérstaklega vel við Sveppa þarna af því að ég hef beilað úr tegjustökki líka ég horfði á þetta og ég skildi nákvæmlega var það Hong Kong? Nei, það var í hérna Macau réttur utan Hong Kong það var svip, ég var ógeðslega full út í sjálfum mig líka en þú veist, það var bara það var búið að kalla seríuna við áttum alltaf að fara í þetta tegjustökki aldrei það veistu að mér finnst eiginlega þú veit, blöðharður hann er, ég var að fara að koma að því það er ótrúlegt hvað hann er harður hann líka hann ballus en ég ætla ekki að taka hann hann er með 2 strákir dag af því að hann var ekki svona harður þegar við erum að kynna sko. þá var ég svona Sveppi sem ger allt eitthvað rugglað og hann eitthvað bí skilu, það er bara, hann er bara eins og þetta er bara sama með bortennisið og skákina og skvassið hann er bara maður verður líka bara hrættari með öllum með krökkunum og svona mér er illa við innanlandsflug í dag skilur mér var ekkert að pæli þeim áður en eignaði spöld sko en þú veist, þetta var allavega þetta Macau-dæmi var bara búið að kalla seríuna já þegar við vorum búin að hittast já, það var bara búið að segja sturt í okkur kvöldi áður við vorum allir þið vissuð að vera að fara í þetta? Nei, það því að það var búið að hætta við þetta þegar svo vont viður þegar við áttum að gera þetta deginum áður eða 2 dögum áður eða eitthvað þannig að var bara fundið ný áskorun og það bara haldið áfram kláru serían og bara fagnað og allir, það var ógeðslega stífdrykja þarna sko eftir tökurnar og liðin að hittast og svo vaknaði maður bara alveg handónitur leit á síman, þá var skilabóð frá Huga sem var að framleiða þetta bara heyrðu, fréttir drengir tegjustökki er on ef við viljum, við var bara að fá mail að búa að segja it's a rap sko, þetta er against the rules að gera þetta sko. ég hef bara sagt Hugi þú mátt bara geta skýt og við vorum líka bara eitthvað demaðir, þetta er umulegt sko og ákvæm að gera þetta, vissum að þetta er heldur gott og já, svo þetta náttúrulega líka það sem við erum alltaf að berjast við er vitandi hvað er gott TV ég veit það, og við erum alltaf bara shit, ég verði þetta við getum ekki slett ég sagði vel eiga á frumsýningunni, ég myndi bara segja nei við öllum áskorunum og það var frábært að fá þig þetta var 40 mínútna bara eitthvað ferja sem enginn talaði saman í og þú veist, þetta var þannig stemning þetta var óömulig stemning þegar við gerum þetta sko og svo förum við upp og svo kvasta, það er ótrúlegt að þetta mátt að hoppa svo er líka
líka Macau sko, þetta partur, þetta hérna fyrir utan Hong Kong, þetta samt einhvern veginn svona sérland, skilur, þú þarft vegabréf og ferði gegnum alls konar svona. Og líka bara þegar þú ert fyrst, þú mætir í svona ferðir, þú veist, fyrsta vikan þú ert bara til í allt, þú veist, það bara fyrsta vikan og bara allir í gýr og bara let's go, þú veist, í lokin síðustu nokkri dagarnir, maður svo hræddur, bara við allt, þú veist, maður bara svona einhvern veginn búinn með allt, svona bara sálin einhvern veginn bara, þú veist, þú komið heimþrá, sál og búin að gera svo mikið, þið finnst þið svo sett búinn með öll prekin, að sé bara svona, nú ég bara búin að fara í gegnum þetta allt, ég sloppinn, þú veist, ég á lífi, ég á bara að fara heim og þá allt í nú kemur eitthvað, þú veist, ég ætla ekki að spoila neina en ég lendi líka í smá brekku þannig í Dubai, sko, ég bara, þú veist, ég hef ekki gert hvað sem fyrstu vikuna, fyrstu 2 og jafnvel fyrstu 3, síðasta vikan og þegar þú ert komin á svona endastað og svona, maður bara hrættur að lappa við götu, sko, maður er bara hrættur við allt, maður er að telja niður. Þetta er bara svolítið eins og að vera hermaður, sem veist ekkert hvað það fara að gera, þú ert að fara til Víetnam hérna, þyrlaðan úti, farðu og hún fer með þig og þú ert bara með riffil og falli á bakinu og svo bara, við erum að hoppa út hérna og þú bara hoppar út og svo ertu bara í stríði og svo ertu búinn í stríðinu og ert komin aftur upp í búðirnar og þá er allt í heyrðu, maður fara og sprengja upp bæði viðbót og þá ertu bara neð. En þú veist, þetta er oft samt líka bara, mér finnst við bara búin að vera mjög heppnir að hafa ekki lent illa í því í þessu 5 seríum. Já. Þú veist, að það getur mjög margt farið úrskil sem að horfa tilbaka og maður bara, þú veist, eins og hérna, við áttum upprunalega að fara í áskorun í Nepal, ég ekki að spoila neina því þetta var ekki, að við áttum að fara í grunnbúður Everest og það var búið að vera að velta fyrir sér hérna hvernig þetta yrði gert og það átt að fljúga með okkur frá hérna höfuborginni Kathmandu, held ég að segja þetta rétt, ég vil ekki alveg hljóma svo villingur en það, sem ég en við áttum að fljúga yfir ykkur. Þessi fólki í spurningasprett á stöðu verðum ekki að ræða það. Jó, við fyrir mig það en svo er bara það átt að fljúga með mann á hættulegasta flugull í heimi, hann er bara number 1 þá lendur í einhverju brekku. Þú ert alltaf búin að googla það? Já. En það fannst öllum það, þú veist, það fannst það öllum allt í lagi, þú veist, það bara svona ok. Það hefði ég sett spurningamerki, sko. Já, en þetta er bara, hann er hættulegastur í heimi, þú lendir raunni, sko, í einhverjum halla og hefur svo lítinn tíma þú veist að fara þann, þú fer svona fram að fjall og tekur droppin niður og þetta er algjör viðbjöður, sko. Og svo átti að vera að þyrla upp. Í grunnbúð. Og það, við vorum búin að vera eitthvað að skoða þetta og það eru einhverjir að núti sem segja nei, þetta er ekki hægt í dag, sko, þeir þurfa að bíða, það er ekki season í þetta og svo er einhverjir sem segja, við getum kannski skoða þetta, sko. Háfjallaveiki og svona og síðan var þetta bara, þetta er bara on, voru komið með lækna Tómas í þetta, sko. Hann var búin að skrifa upp á fjalla, hérna, hálóftapillur og hann var alveg til, sko. Hann var alveg til í þetta og bara, ég hjálpa ykkur með þetta, hann var búin að vera þarna líka, búin að vera, lappa þarna eitthvað. Svo er bara hræðilegt þyrluslýsanna, bara 2 vikum áður en hérna að við hefðum átt að vera á þessu tímabili, það var hægt við að því að það var ekki hægt að finna neitt í þetta, en það hefur eitthvað, þú veist, verið hægt að fara upp greinlega á ykkur glugga og það var þyrluslýs og bara fólk dó, sko. Jesús Kristur, maður. Sem er alveg hræðilegt, sko. En sko, þegar þú segir þetta, 5 draumar að baki í beltinu, sko, hvað er að versta sem hefur gerst? Erum við kannski búin að fara yfir það? Og pæli því, bara eins og þegar við vorum í Nepal núna 5 dögum eftir að við förum þaðan, þá kom bara flóð. Bara mega flóð og bara allt í rugli, þannig að þetta er svona Þið er bara sloppið alveg cheated death, once again they cheated to death. Nei, það er alltaf jafn magna og bara þegar við Pétur vorum að fara út á flugvöll, við horfum bara svona á hvern annan og erum bara að spjalla og bara ferðalagið að byrja og veist, það er svo margt sem að veist, er að fara að gerast næsta mánuðin og það er svo margt sem getur farið úrskis bara litli hlutir eins og flugi frestað, skilur við veist, við þurfum bara að fara til Sambíu og fara í þetta djöfla laugina þarna, skilu, við þurfum að gera það og það verður bara að ganga upp, ef það gengur ekki upp þá er bara þáttu 2 í rugli og svo bara þáttu 3 það er bara þetta og þáttu 4 er þetta og þetta og þetta, það verður að hver einasta ákvörðun þarf að ganga upp. En hefur það alveg gæst að það er bara eitthvað sem þið vorum að læna upp feilað og þið eru bara komið með eitthvað ömulegt í staðin? Nei, man ekki eftir í það er satt alveg svona, veist, við erum náttúrulega líka bara komum bara úr þannig hérna, umhverfi að
maður bara, heyrðu, við finnum bara nýja áskorun og við erum bara hérna núna og við förum heim eftir 2 daga, hvað getum við gert? Getum við ekki að láta okkur detta eitthvað bara í hug getum við ekki fundið eitthvað, googlum eitthvað, skoðum eitthvað, finnum eitthvað, búum eitthvað til, skilur Hvað mikill munur á okkur í gírnum á leiðin út og svo leiðina heim? Sko, hann var nú bara nokkuð góður samt á leiðin heim núna Það voru allir frekar bara nettir sko. Já, ég var alveg peppar sko. Það er náttúrulega fyrir mitt leiti var þetta sko þrátt fyrir hérna niðurgang og Afríku sko og alls konar kjaftaði og bara ruglið þá var ég bara ég var bara nefndu við Pétur þetta var bara gaman sko og ég bara til í þetta aftur hvernig sem Hvað hefur þurft að borga ykkur mikið til að taka auka mánuð? Annan mánuð bara beint Shit, það er bara Þú tala ekki sko, með hvað ég var bara orðin fucking tensan bara í lokin það bara veit ekki hvernig mánuð 2 væri sko samt öruglega hilari sko En ég verða að hrósa þess steindi fyrir að þú fórst í róluna Já, ég fór í róluna og hérna þú veist ég veit að Ötti væri hérna hann myndi byrja að drulliði mig hérna en mér leið eins og ég væri ekki nógu vel fastur í henni sko Já og ég stend með því sko Já, hún var eitthvað grilliði konan á það við þess að skemmtilegt sko Já, þetta eru vestu brandararnir sko að vera með eitthvað svona þú veist, svona brandara við hrætt fólk á leiðinni þú veist, ókslega fyndið fyrir alla aðra en að vera í því að maður bara fuck maður en þetta var sko, að ég veist ekki hvað við þegar við erum að festa og svona, það er bara að vera að herða þú veist, þú tekur alltaf auka þú veist, það sé billihylla frá IKEA þú ert að setja hann på vegg þú veist að herða skrúan orðin fast, þá tekur eitt svona auka Hún gerði það ekki Það var ekki þannig á mér sko. Það var bara, ég sá bara dun, svo bara búið og bara stoppaði strax og ég sagði, heyrðu, anskotinu og ég kom svona hérna, svo fór hún að gera við auðvitað og ég hefti Já, og þá fór ég að panika yfir því að ég ætti einhvern veginn loka touchið á einhverja festingu sko þannig að ég, hérna fyrirgeðu, ég var eitthvað fiktísumæður og þá var ég skammaður og hún gerði þetta aftur sko og þá sá ég að þetta var bara svipað eins og gerði þetta fyrst sko og ég var eitthvað anskotin blöð mér fannst hún ekki taka þetta auka ég var hann að útskýra fyrir hún þetta auka touchi í lokin skilur, sem ég finnst að allir ég að gera sko og hérna það var allt næstu búið að sjóða Ötti vil meina ef hann hefði verið með mér á brúni þá hefði ég hoppað ef ég hefði verið á þeim hliðina þá hefði ég hoppað Ég ætlaði að beila róluna Ég get alveg sagt það Þú veist, ég var bara með leið mjög illa í þessar rólu og ég svona sá dauðan fyrir bara, mér fannst þess að það væri bara svona nú kemur þetta En er þetta gaman þegar það er búið að sleppa? Nei, það er alveg hræðilegt sko. Ég er líka eitt drullu loftrættur sko. Ég bara, hérna, mér leiði bara ömlega í þessu sko. Sveppi, fáum við að láta fylgja með þættinu myndina sem tókst að Pétur Jóhann í brasilísku vaxi? Já, er ég með það? Ert þú ekki með það? Það er ekki með póstan eitthvað Eru þið með hana? Já, svo marga myndir á honum hérna úr þessu kvöldi sko. Það er til dæmis eitt svona atriði sem er á listanum brasilískt vax er búið að fylgja okkur lengi sko. Hún langaði svo að gera þetta hann er náttúrulega bara ekki í lagi sko. En hérna það stóð til boða að veist, við fáum náttúrulega allt með dýrum með skemmtileg selfie með dýri, kissa dýr, sleika dýr gera eitthvað með dýrum og og það var hérna í Suður Afríku hefðu við getað farið og í svona grind að skoða einhverja hákalla og hvað fannst það alveg spennandi samt ógeðslega erfitt að mynda það og alveg pínu svona hættulegt sko. Og þú ert bara í grind og þeir eru bara að synda og þú ert bara með eitthvað jæri Við gerðum þetta og hræðilegt erfitt að mynda þetta Erfitt að kafa líka og við ætlum að fara í þetta og við erum búin að keyra inn í einhvern bæ og það eru 40 mínútur og þar eru við að tala bíða á einhverju skrifstofu sem er að búa græja einhverja svona ferðir út á sjó og það tekur hálftíma að sigla út og veist, þetta er allt svona maus fyrir kannski 40 sekúndur í sjónvarpi þá þarf þetta alveg að vega og meta bara hvað er málið og það endaði með því að við hættum við þetta hákalladæmi út af því að þeir alveg bara við alveg hvað er þetta margir hákallar og svona það er nú bara misjæft sko bara eins og núna veist, það er ekki búið að sjást hákall hérna í 4 mánuði Þá er þetta svo mikil séns Já, ok, þannig að við förum núna hvað er mikla líkur að við sjáum hákall það er bara litla líkur með stjósjön með hvað er það þú getur ekki bókað hákall í gig Nei, erfitt að leikstýra dýrum sko. Þannig að við ákveðum bara að hætta við þetta og þá kom Pétur nýbúinn að renna á raskatið þarna einhvers staðar á brúnni eða eitthvað
sagði bara, ég hef ekki náttúrulega alltaf að fara í Brasilískt vaks ég hef til í það þá þarf bara, okay, Brasilískt vaks Cape Town þá fór allt í gang að græja það sem við fundum, það var náttúrulega gæðið hann finnst þetta skemmtilegt og hendur hann mjög vel sko. Steindi, köngulóatriði í lokin á þætti 2 var að staged eða var köngulóin í alvöru? Ja, köngulóin var í alvöru það og þetta var köngulói, mér fannst það sjást rosalega ill í sjónvarpinu köngulóin var í alvörunni mér fannst það miklu stærri en hún var í sjónvarpinu sko. Ég veit ekki mér fannst hún alveg stóri in real life var hún bara fucking huge sko. Bara ógeðslega snögg og stökk og þetta var Hérna blöð hérna á kassanum og hún var komin út fyrir kassan það var geðveikt arachnofóbía sko. Já, það var hræðilegt dæmi sko. Fannar líka, ég veit ekki hvort það heyrðist í honum hann komin út, hann komin kassan blöð hann segi eitthvað svona benda mönnum á það því hún hefði sloppið inn í, þú veist, ef hún var ekki inn á baðinu þá þetta verið bara, þú þarft sko skoða alltaf undir skóna og undir klósetsetur og orðið ástæðlu fixinum alltaf, kíkja undir klósetur og undir skóna að það geta verið, síðan eru það bara því minni nennir ekki að heyra svona frá einhverju fixir Nei. Og því minni sem þeir eru því eitraðir oft þetta sko. Þú veist, eins og sportdrekar og kóngulær og þú veist, það verður litríkar og svona tótt sko. Þú veist, eins og þessi kónguló hún var ekkit sérstaklega þú veist, hún ekkit baneitruð, þú veist, ef hún hefði stungið mig það Nei. Þú veist, bitið, hvað sem hún gerir það hefði verið, það hefði kannski verið svona eins og að vera bitin af geitung en samt kannski eitthvað aðeins verra eða eitthvað en eins og er þetta bara óþægilegt þú deyrið ekki og líka bara það hefði hún bara og horfið og það er langur og svo ertu líka bara þú veist alls ekki hverfi og það sem var hræðilegast í þessu er að í Ástralíu það var langvesta hótel ég veit að ekki að tala um vond hótel með sveppa hérna því að þeir náttúrulega dróðu stuttastráið þar en þú veist það var ekki lobby þú veist það er engin svo hringir í og þú veist þetta er svona íbúðarhótel svona með lobby laust og ógeðslega stórt herbyggi og þetta var og svona þriggja á svefnherbyggi þetta var svona shining shit sko. það var ömulegt sko. og ég var svefnlaus og ég gæti ekki sofið í Ástralíu sko. og ég var maður fór inn og 2 herbyggi sem tóku við og þau voru læst að innan eða þú veist það skilur, þú gæst ekkert opnað og þú varst að það og ég bara, hvað er inn í þessum herbyggjum það fokkaði mig gæðið upp sko. það get ekki þú veist það voru 3 svefnherbyggi og 2 af þeim voru læst engin inni var þetta ekki Airbnb dæmi eða eitthvað? Jú, ég var alltaf bara eitthvað að inni er verið að leigja einhverjum öðrum líka og hann er bara að inni eitthvað svoandi en er þetta ekki bara dótið hjá fólkinu sem á ég veit að ég var alltaf eitthvað að reyna að opna og ég var að kíkja undir og nota eitthvað hníf til að spekla undir og hvað þú sjá eitthvað Er þetta grínast? Nei, ég er ekkert að grínast mér var svo óþægilegt að fara að sofa vitandi að það eru bara 2 læst herbyggi inn í íbúðinni og allt út í kóngulómaður og rugli og þetta var alveg bara ég veit að maður og svefnherbergi þegar þú labbaðir inn í það þá fórstu svona inn gang sem var ógeðslega langur og þú labbaðir alveg 6-7 metra sem inn í svefnherbergið og hitt var frammi í svona íbúðinni og svo alltaf að heyri eitthvað heyrðist ógeðslega mikið svo gæti ég ekki læst útidyrahurðinni heldur þannig ég var búin að setja ykkur 2 stóla þannig ég myndi heyra svona ef einhver myndi koma inn og myndi heyra svona í þeim inn að dragast svona gólfinu skilur Ég hefði viljað sjá þegar þú varst að reyna að kíkja inn í herbyggi með hníf hnífin eitthvað svona að reyna að spekla hvort það stæði bara maður bara einhver ástralskur gæði bara Sæli gæði Hefur ekki séð svona einhver svona bíómynd og nærði einhvern meginn svona ít einhverjum likli sem dettur hinum meginn og hann settur aftur í það er eitthvað svona hinum meginn samt einhver góður en samt sem lendi einhver í slisi og er einhver meginn og allur geislavirkur og ég var alveg komið þangað og það sé bara verið að geyma einhvern Heyrðu, það er einhverju Íslendingar að fara að leigja þetta læstu bara það geta verið bara eitthvað dáin þú fær geggjað díl á herberginu að þú ert bara að koma út þegar leynibanki kemur og alveg bannað að kíkja inn í læstu herbergin það má alls ekki gera það sko. en það er mjög óþægilegt að vera ykkur í Ástralíu og getur ekki læst út úr henni og það er kónguló búin að vera þarna og það er bara allt læst þarna inni þú getur ekki einu svona klíra þau herbergi hvort að þau séu bara spiders free þú veist bara samt eru rifur undir getur allt labbað út en maður verður einhvern veginn að hugsa þetta öðruvísi sko. já, en þú veist ég var bara það er fólk í Ástralíu ég var ekki bara svo í viku þetta sko ég var bara ruglaður sko maður þarf einhvern veginn að
margt að þessu ekkert margt, allt í hausnum á manni. Veist, maður bara að hugsa hvað þetta nú alveg dæmt til að fara úrskeiðis og bara ég get ekki sofið hérna, þetta nú ekki gott væp á þessu hótel, þetta nú dúbíus maður. Þetta ógeðslega vond væp á mér þessi maður, þetta vondikall, hann vondikall. Þá á maður bara rölt upp á hann og bara hey, how are you my friend? Já. Do you live here? En það var náttúrulega engin, ég hef alltaf gert það hefði ykkur verið inn í herningu. Ég alltaf verið bara dögt, við þurfum að vera vinnir og finna út þessu saman. En akkur eru við báðir hérna núna? Já. Hvora að fara og ég ætla að vera báðir. En já, þetta ég hef aldrei upplegað jafn slæmt væpsamt og á hótelinu í Ástralíu. Það svo vont að upplega af því að ef þú lendir í einhverju svona stöfi, þegar þú ert búin að býta eitthvað í þig, bara heyrðu, þessi gæi hérna í buksunum, hann búin að elta okkur hérna í klukkutíma, sko. Og hann er með báðar hendur í vössum, sko. Þá ertu allt í hennu bara hausina þér, hann er að fara að stinga okkur, sko. Og þá ertu bara með það og þú nærði ekki út úr haustum að þér. Ég veit að maður. Dokkobit, undir þetta rafræn skjöl, hraðari, öruggari, þægilegri máti. Það er Dokkobit og ég nota þetta nú bara síðast í dag. Já. Og þeir voru að breyta viðmótur hjá sér og þeir, spennandi. Sko, núna er ég að tala í fúlustu alvöru, það er ekki mörg fyrirtæki á Íslandi sem að eru með jafn flott viðmót og Dokkobit. Nei, ég veit það líka. Fallegur fjólblá litur, það reyndar ekki við í Kryddinfo sem er að sjá ásýndinni hjá þeim, en einhver er að vinna einhver er á pönnunni og Dokkobit auðvitað örugastir, hraðastir og nú langflottastir. Já. Sjöstrand 15% afsláttur með kóðanum CAD, það er kall. Enda sér hérna góða kaffivél. Já, þeir eru með kaffivélar öllum litum, stærðum og gerðum. Það er enda bara ein stærð, ég lík því. Svo er þeir með fyrirtækjavélarnar. En svona fyrir hinn almenna mann þá er það... Þú fyrst þér einn svona silfurlita, eða ekki það? Jú, sko við Birkir fengum okkur eina silfurlita. Og hún er hérna á leiðin í stúdíóð. Ég meinti sem þú sóttir, sko. Já, hún er glæsileg og máli með vélarnar frá Sjöstrand er að það er lífstíðar ábyrgð. Já, það þú getur gengið að því vísu að þeir annist vélarnar ef hún bilar sem hún gerur nú ekki oft. Þá eru þeir með alla í hluti og þú borgar bara fast held ég þessi 5 og 9. Það skiptir ekki máli hvað er mikið bila. Nei. Þeir bara kippa inn og græja hana og svo er þetta ferskasta kaffihylki á markanum. Ég var að, já, svo var ég að heyra eitt kannski má maður gera slúra henni í þættinum eða eitthvað en ég var að heyra að það eru nýtt frá leiðinni. Nýtt bragð? Yes sir. Sæll. Ég er svolítið í karmelunni núna. Já. En annars finnst mér lungóbollin alltaf klassískur. Já, bara nóga styrkleika. Já. Svo er það TM og sko, skilabúin er einfalt í dag. Það er allir að tryggja sig á TM. Þeir veita lang bestu þjónustuna. Gera það. Þeir eru bestu kjörin. Þeir eru besta starfsfólkið. Brunabóta tryggingin. Hvað er tryggjaði þar? Ég held ég færi bara, nei, maður þarf ekki að hugsa þetta. Heimilstryggingin? TM. Já. Ég myndi bara að færa þetta allt saman yfir TM. Þeir eru bæði viðkunnlegastir. Ég enda persónulega hef ekki skoðað verðmun, en ég staldra ekki við í verðinu í tryggingum. Nei, og líka bara hei. Af því þú vilt, af því að, 100 kall til að frá, nú veit ég ekki hvernig verðin eru þarna. Þá snýst þetta hvort þú treystir tryggingafélaginu. Einmitt. Og ég treysti TM. Já, algjörlega. Og líka bara hei, þú veist, þó þú sérst að borga svipaverð annars staðar sem er ólíklegt, TM er líklega ódýrari, en þeir veita margfalt betri þjónustu. Klart mál. Payday. Já, gamli vinir. Já, gamli vinir og nýir. Það er auðvitað það sem þetta snýstum. Já, mennir sem voru með okkur í kvöld, þeir elska Payday. Og Birgir, við notum Payday gríðarlega mikið í okkar daglega lífi. Við erum ekkert bara að auglýsa þá. Við erum búin að nota á frá degi 1. Og hafa reynst okkur bara alveg ákaflega vel. Já, sko, fyrir svona lítið fyrirtæki eins og okkur og við hötum þetta yfirbygginguna, erum talsmenn þess að reka fyrirtæki á skilvirkan hátt, þá er Payday þetta bara þvílík björg í bú. Ég held við borgum einhvern skítinn, við borgum ekki 8 áskall fyrir allt sem við erum að gera. Sko. Nei, það er skammalegt að segja frá því að við séum ekki að borga meira, sko. En, bara sorry Payday, þegar þið eru að gefa okkur svo margfalt meira. Já, fyrir vinnuna sem að þeir einfalda okkur, takk Payday. Svo er það lengjan. Já. Potturinn stefnir í, það eru $200. $200 helgina? Já. Sælar. Það er það bil 200 miljón ástæður til að tippa. 1x2, við tippum. Og styðum við íslenskt íþróttalífi í leiðinni. Ég veit það. Uppáhaldsdagur í þessum draum. Sveppi, byrjum við þér. Uppáhaldsdagur? Dagur. Og staður, já. Já. Uppáhaldsdagur. Var það ekki bara
Var það ekki bara frítagurinn í Dubai? Já, það var náttúrulega það náttúrulega alltaf ógeðslega skemmtilegt og eiginlega skemmtilegt þegar að við hittum strákana. Já. Þá ert að koma, það bara þú ofpeppast sko. Algjörlega ofpeppast, það bara geðveikt. Við vitum að þeim á herbygginu, við vitum bara, eru komnir, hvað þið? Við erum á flugvöllum, við vorum að lenda, við vitum að við erum að hittast, svo bara hittust við og það bara kaldur og vitandi að það eru bara 5 dagar eftir eða eitthvað og við erum búinir að tala saman um það, við erum bara með seríu, sjónvarseríu sko bara í bakpokunum okkar sko sem bara reddi. Já, vantar bara 2 daga upp og bara það ekki skemmtilegt. Það bara það ógeðslega gaman sko. Hitta Udda, faðmann Steinda, taka strákana. Það ógeðslega góðu fílingur. Já, það ekki þetta. Hvað þetta margir þettir? 8 þettir. Sem í dag bara stór sería í dag. Já, þetta 5 metri. Haldið það sé ekki viðbjóður að klippa þetta? Gera þættina? Það alveg bara þú veist, að sjá tímalínuna hjá klipprunum bara það galið. Það ógeðslega gaman að fylgjast með því að sjá hvernig hann klippir sem hlut, af því að sko þetta Fannar eða? Fannar að klippa og strákur sem heitir ekki Fannar Sveins, heldur Fannar. Já, og Fannar Skeving og strákur sem heitir Snorri, sko Fannar Skeving þú veist, hann búin að klippa eiginlega bara 90% af öllu sem við höfum gert sko, þú veist, hann bara hann þekkir allt, hann bara og svona, það svo mikilvægt fyrir klippar að vera með green timings, að vera með bara comedy timings á, þú veist, klipp bara, hann að styrkja green, stundum hann að bjarga atriðum með klippi sem voru kannski, þú veist, og horfið fyrst á tökurnar og svo ertu bara, fuck maður, hvað er að gera og notið því eitthvað montas eða getum við gert eitthvað við þetta og þá fer hann og bara kemur eitthvað tilbúð. En eru þið eitthvað timestampa eitthvað, ég held að þetta sé geggjastöf eða eitthvað? Ég ert að tala með bara til dæmis voru að taka upp eitthvað atriði eða eitthvað? Já, þá ræðum við það er alveg, við ræðum með alltaf líka, þú veist, þeir eru okkur að getum sett þetta lag undir þetta, mjög fyndið að gera hardcut eða þetta, við erum alltaf að röflum þetta on the go líka. En það er náttúrulega líka eitt sem að Fannar talaði um mig, það er ógeðslega þægilegt að klippa þetta, að því leitur til að þú getur alltaf plantað röddinni hans Jón Gunnar Skirdal inn. Við gefum honum sjálf, hann gerði það bara, þú ert með eitthvað atriði sem kannski bara við bara hlaupum á staður og byrjar að taka upp og svo bara byrjar atriði, það er engin kynning, það er ekkert eitthvað, heyrðu, þá er komið áskorun eitthvað, hann getur þá er hægt að nota ógeðslega mörg atriði, bara eins og í síðasta þætti þegar ég sitt á klósettinu að kúka, það var ekki neitt sko. Ég bara settist á klósetti og bara þetta kúka og svo var ég bara þar, einhver tók eitthvað smá upp og bla bla bla, þetta var ekki, ég held þetta aldrei nota. Svo er þetta bara, þú veist, þetta er Sveppi lendi því að finna klósett og hann ákvað að kúka úti og það er bara sín, þú getur bjargaði svo mikið með Jón Gunnari sem er eitt blöytt prumpu effekti inn á og málega einhvern sko. Þetta var nú þitt. Já, ég kúkaði ég veit aldrei sko ég er með eitt skrifaðina sem við tölum fyrir þáttinn, Steindi var erlendist þegar var kipt í húnin, er það aftur okkur á samvíkinu? Já, við vorum að tala um áður já nei, ég veit ekki hvort maður er að vera tala mikið um þetta nei, já, sem sagt ég bara við vorum út á Krít sko, við vorum blöðmenn og með konur og börn og fjölskylduferð og þá var sem sagt kona sem var að taka í hurðahúndin hjá okkur, sjáum þetta bara í ringvélni og það er eitthvað með svona, voðalega fyrst með þetta skrítið það er náttúrulega að vera að taka í húndin sko, það má ekki heldur taka það í burtu sko, frá þessu nei, og ég er bara svona, við förum að velta steinu með þetta og hvað gerast þetta og ég næja mála þá mynda. Þetta þú nú örglega geta miklað þetta fyrir já, þetta sé eitthvað algjört álag sko. Já, það er bara tímaspörsmum hvernig verður brotist inn sem endaði með því að ég fekk Sigrúnu til að henda inn í hverfisgrúppuna sko. Það var einhver á húnunum? Já, ég sagði, vill ekki henda þetta inn sem að sé vera Varbergi og fólk þurfa aðeins að passa þetta þetta var aðeinslegt sko. Og þá kom bara strax í ljós, þetta var bara einhver sem var leiðin í ammali í næsta húsi sko, sem var bara fór húsavilt og allt í rugli sko. Já, þú búin að gera alltaf tensa Já, búin að snúa þessu svolítið Já, máli er að þetta er svona, við vorum að tala um þetta áðan, þetta er svona
klassíst ég sko að búa til einhvern veginn svona maus sko út af einhver það er ekki nei, ég átti að byrja því að ég læsti mig út af þetta byrjaði náttúrulega út af því ég var að segja ykkur því ég var að, ég segi, hvenær eru að fara í chess hann bara við 5:30 og ég bara geggjað og ég er bara búin að læra þetta að stenda, ég bara ég er bíllaus þú pikka mig ekkert mál, þá er ég bara slakur skilu, af því annars hefði ég bara verið komin hingað klukkan bara svona 20 mínútur yfir 5 og við þurftum að býja til steinda í 25 mínútur og ég hefði orðið geðveikur það er bara heimaslag nú kemur hann bara að sækja mig og þá erum við bara, veist ég get ekki það sem gerst, steindi kom bara og sóttu mig og við mættum að senda og hann ringir í mig og bara, heyrðu, þetta er ekkert mál út af því að ég er að fara að keyra niður í Skeifu með krakkana í dans og svo ætla ég aðeins upp í vinnu og svo kík ég bara til þín í kaffi og við förum bara saman ég er bara geggjað, ég er bara heima að hanga ekkert mál, æðislegt plan svo fæ ég símtal og svo er klukkan orðin sko korter yfir 5 og við erum að mæta hinga eftir kort, þá ringi ég steinda þá sagði hann, heyrðu, ég er upp í Mosó sem var algjörlega langt frá öllu svona ákváðum ég bara, nú ok, þú farin heim aftur já, ég glemdi eitthvað blei, nimmi og eitthvað jari og meðan ég var að tala við hann þá bara, nei, heyrðu anskotin nei, Sveppi, ég verður að hringi sér ég læsti múti, ég ætla að hringi eftir 2 mínútur og ég bara skellt á ekki máli kallum minn, þú bara finnur út úr þessu ég er heima tilbúin og svo bara skelli ég á og svo hringir hann aftur bara, heyrðu, ég læsti múti Sigrún er á leiðinni hún er bara að keyra upp Ártúnsbrekkuna sem er alltaf lygi þegar hann segir eitthvað svona nei, hún var að keyra bíl í gegnum þvottastuð með krökkunum og spennandi fyrst að gaman já, alltaf gaman að gera eitthvað fyrir krakkana maður að sinna bönnum komið tími á bílinn og skýtum jæja krakkar, ég var að fara í bílaþvottastuð og ís og eftir svara á bílasölu það er geðið þitt sko nei, og þá var ég allt í einu bara þegar klukkan er 5:30 þegar við áttum að vera mættir hér þá var ég heima að bíða og hann í Mosó að bíða eftir frúnni og þetta var ég bara svona það er bara þú lætur bara strákarna vita og við bara bíðum hvað gerist sko. Þetta táði okkur eins en þetta er bara, þú veist fucking challenge stundum sko að vera, komast í gegn daginn sko ég trúi bara vel en þetta er sama með Pétur Jóhann sko hann er á sama meiði Þú ert ekki annars Sveppi? Nei, ekki svona mikið Sveppi er svolítið pottettur sko ekki svona mikið sko ég er náttúrulega það sem hrjáir mig og Auðun Blöndal við erum mjög líkir í Auði sko það sem hrjáir okkur er bara stundvísi það er okkar helsti galli hvað er stundvísi of stundvísi í svona félagskap sko. já, akkurat og líka bara þannig séð það er bara, ég er mjög stundvís og ég bara, ef ég var mættur þá er ég bara mættur þannig að ég var mættur ef það er eitthvað fólk að býða skilur eins og flestir eru það auðvitað á það að vera þannig annað er bara eiginlega bara sick þú veist það er ekki ofta að mæta tímalega það er alveg rétt sem þú ert að gera og rátt sem ég er að gera og ég er alveg rosalega mikið svona bara, heyrðu sko það er klukkan 4, það er traffík sko og veist, við vitum hvernig það er að keyra í Reykjavík eftir klukkan 3 á daginn maður þarf að gefa sér tíma í traffíkinu og sérstaklega að koma og beygja þetta upp í kóp veist, ég er bara spot on með bara hvað er mikil traffík að keyra og jari búbba og svona sko þá er mjög gott að leggja bara eins fyrir á stað og ég er alveg þar sko ég er við mitt og krakkandi mínir eru erfa þetta frá mér sko svona rugl sko þannig að þetta er svona við erum oft bara erum að fara eitthvað bara á laugardegi eða eitthvað bara nú erum við bara að fara eitthvað fjölskyldan og við bara tölum það klukkan 10 og við erum að fara sem út bara 4 það er bara ótrúlegt allur dagurinn er bara við verðum að fara að drífa okkur þá er einhver að spila bara píanó eða bara þú verður að fara í skó þá er einhver á klostinu og svo allt í bara, hvað er þetta barn núna? Hún er bara fór hérna og labbaði einhver sko. Hvað er þið mörg? Fyrir 4? Já Það er 1 barn og mann Ég veit ef að fóreldrarnir funkar það sko Já, það er bara rétt hjá þér Herri, strákar sko, við láka upp ykkur þegar við vorum áður að ræða hvað þetta er sko töfrar klippi mannsins hvað hann getur reddað miklu en ég verð að segja það, ég sárvorkendi ykkur í banna að hlæja það sem þú varst í S-inuðinu Sveppi og tókst hann stóra Sigurveri. Já, jú. En þú veist, hvernig var samt
Ég var ömurlegur í þessu sko. Ég meina, nú þið fyndni menn en þú veist, þetta basically heil kvöldstund þar sem að það verið að segja við ykkur allan tíman segja eitthvað fyndið og enginn að það með hversu óþægild þetta? Já, málið það fá sér hann bara, þetta var óþægild Ég átti ekki að vera í þessu þáttu sko. Nei, þetta var náttúrulega aldrei sko, Ég var í tökum allt öðru Steindi kemur skaktin í þetta Steindi kemur beint úr tökum hann búin að vera yfirvinnu Við fórum yfir og takk upp draumahöllina sko. Og ég var sko búin að vera hangandi í einhverjum vír vorum að taka upp sko, ég átti að vera andsettinn og bara fyrstu sketch í fyrstu seri og voru að æla og voru að hangi hangi í vír og eitthvað svona og svo og ég sagði við auðvitað ég get ekki komið til sko ég og Saga áttum að fara bæði eða eitthvað og við sagði bara þetta er ekki hægt þú veist ég get ekki sagt við framleiðenda bara herri ég verð bara að fara þetta bara tökum sem þarf að klára og hann var jú við gerum þetta bara og ég bara þá get ég ekki komið fyrir bara 9 kvöld eða eitthvað þú veist hann bara við bara ég ætla að heyri öllum að hvort að þessi ekki bara í lagi ég var svona vona það væri þú veist skilningur bara ég skilji maður bara nei ekkert mál og svo mætti maður alveg allir í hakki og ég ætla bara að reynskilja ég mætti fílu sko ég var fullot í blöð að láta mig mæta ég var svona Saga mætti ekki, hún bara ég verða að fara heim sko þannig að þetta er svona þetta náttúrulega hendaði mér mjög vel sko bara það náttúrulega skiptir ógeðslega miklu máli hvernig raðað uppi borðið ég er með Jóa Áspjörs við hliðina á mér sem á Vigo Wayback sko í fyrsta þætti og svo erum við Júlíunu Söru og Hildi Völu sem eru vinkonum mínar og ég þekki það vel og það er náttúrulega tísta af öllu sem ég segi skilur svo er bara með geimveru beint á móti sem þetta er ekki sko ég meina til ekki að veist það er ekki skrítið að ég unni þetta sko þannig að þetta hendaði mér mjög vel sko En var ekki erfitt að keppa við Hjörvar í úrslitakeppninni með? Jú, hann er náttúrulega lúmst fyndinn og veist, svo horfði ég á þetta með konu minni hún þekkir Hjörvar alveg pínlítið smá sko en kona mín veit ekkert hver brjátbreki er sko Nei, einmitt Samt var ég í þættinum sko með FNÍ að því hún bara hlustar ekki á okkur hún er ekki að hlusta á þetta hún er ekki inn í kressu húmornum skiluru eins og margir eru sem að vita bara hvað brjátbreki er og það vitandi bara að Sveppi var á þriðjudegi og Björn Breki þarna og eru bara fílu þetta og hlusta á þetta og svona skilu hún veit alveg ég er að vinna með auðvitað í útvarpinu en hún er ekkert eitthvað bara að stilla á þetta eðlilega býr með mér og allt það þannig að hún er ekkert og það, veist, hann er svo ógeðslega fyndinn hann Hjörvar þegar þú þekkir hann og veist hvernig manneskan er og hvernig típa og allt en fyrir einhvern sem er bara að koma algjörlega kalt að borðinu þá getur þetta alveg verið svona bara akkur er allir að hlæja þessu það er bara, veist, þetta er bara Hjörvar skilur það er bara svo fyndið að Hjörvar eitthvað ég ætla að skála fyrir konum veist ef Hjörvar að skála fyrir konum og maður er bara það er mikið fucking villing það er bara rassus og allt þannig að það var mér það kom mér reyndar mjög mikið óvart að ég skildi að unnið þátt sko ég held alveg að Sóli Hólm myndi taka þetta Hólman og góður Hólman og voru þið í sama þætti í úrslitaþættinum í úrslitaþættinum, já en svo er náttúrulega vitandi að vera með Pétur Jóhanni hann er náttúrulega það er auðvelt að hrista upp í honum sko hann hlægir alveg það fekk náttúrulega mínus fyrir að hlæja eða ekki, mínus fyrir að hlæja og pluss fyrir að láta ykkur hlæja Pétur náttúrulega hann bara skeita á sig bara og svo náttúrulega má hann ekki bara fá eitt svona sko, þá er allt farið bara á hann svo fyririldi já, það er geggja sko mjög fyndið sko Strákar, mér langar að taka eitt ég hefði kannski átt að undirbúa okkur fyrir þáttinn verðum við ekki að ræða eitt fyrst nema að Steindi var að trolla okkur hann vildi ræða gamebréf já, ég meina jú, en ennið þú því ég veit ekki nei, þetta eru hlutabrif gamebréf ykkur það er rosa ertu stór þar eða? Nei, ég er ekki stór þar sko áttu ykkur hluta að gemma? Já, ég er sko, þú veist að því að það er allir að kaupa hlutabrif það er rosa og ég heldur gaman að þessu sko já og út bréfakall já hvað er með smá formál á þessu? þú veist, ég skilur já, ég er svona bara þú veist, ég er ekkert að kaupa mikið pening skilur nei. En er þetta bara GameStop eitthvað þannig dæmið? Nei, ég er að kaupa bara þú veist, í fyrirtækjum sem eru að sérhæfa sig í geimnum bara, þú veist, ég hef trú á þú ert að tala um bara gamebréf já,
og ég alltaf því ég að tala þetta við einhvern sko, því að við fáum ofta einhverja til okkar, eiginlega með náttúrulega hlutabréf á heilanum og hann alltaf hann þú veist, hann alltaf á kafísu og við erum ofta að fá bara, þú veist, hörður hjá innherja kemur, heiðarmætir og við erum að ræða og ég alltaf bara, herri, en geimurinn, en geimbréf og það enginn bara, hvað finnst honum það, hún gild? Það finnst engum það enginn að pæli þessu sko, ég eini sem að pæli því. Ég held að vera bara að tala óskráð hlutabrif sko. Nei, ég bara að tala fyrirtæki sem eru bara Hvaða fyrirtæki mennur með? Já sko, ég sagti hvað ég búin að kaupa í nokkru fyrirtækjum, kannski, ég veit ekki hvort ég að hvetja eitthvað hlustum til að kaupa í Þetta engin fjármálaráðgjöf? Nei, þú veist að öllu líkitum fer alltaf á hausinn líka, það er svona skemmtilega við þetta. Já. Og eitt er eiginlega að fara á hausinn sko. Það er eiginlega bara að fara á hausinn. Hvað heitir það? Þú veist, það er niður, það heitir Virgin Galactic. Já, einmitt, já. Það er eiginlega að kíkja á, eftir með nettingtur í sig. Hvað segja mig hvað er mikið niður síðustu bara, þú tekur 1 ár eða 2 eða eitthvað, það lítur að vera helviti mikið. Fyrsta sem ég sé þetta, SPCE stock crashes eftir byljanum. Eitthvað. Já, þannig að þú veist, eins og ég segi, ekki elda mig í þessu. En ég... Það verður þolinmóður. En málega er að ég hef trú á því að Hvað ertu að pæla með þessu? Ég er bara að pæla alls konar, ég meina, þú veist, það er fullt af gerfinötum og drasli sem þarf að laga og það þarf að setja fleiri og ég held að verði hægt að fara út að borða bara út í geim meðan við erum lifandi, sko. Við getum allir bara hent okkur á út veitingastað bara í geimnum. Bara láta skjóta þér upp í einhverja geimstöð. Já. Og þú ert jafnvel bara í lausu lofti bara með tíbónsteik og rauðin. Já, það hlýtur að næsta skrifa eftir alheimsdrauminn, geimdraumurinn. Já, og þá förum við leið og getum fara að þvælast þar og samla stíðum. Nei, ég er mikill ævintýramaður. Ég er full að trúa að sé einhver stemning í kringum geiminn sem á eftir að kikkin. En hræðir hann ekki? Aðeins og snemma á ferðinni kannski. Geimurinn? Jú. Mundur bara vera til í að fara einhvern galla og láta skjóta upp í einhverja geimstöð. Hljómar ekki það nefnilega? Nei, en þú veist, það er þetta Virgin Galactic dæmi. Það eru túristaferðir út fyrir orbitið, sko. Og það getur farið bara og farið í ferð, skilur, túristaferð. Og það er búið að prófa það. Það gekk greinlega ekkert eitthvað rosa vel. Nei, stokkurinn krassaði. Ekki frekar en að fyrsti iPhone-in hafi verið góður. Ég er að segja og ég held að það fyrirtæki sé alls ekki málið, en sko svo er bara mér finnst það bara svo interesting, þú veist, hver á geiminn, skilur, þú veist, ef þú meina hver ætlar að byggja einhvers staðar eða hver á þetta? Hvað eru reglurnar, skilur? Það er einhver reglur þar og mér finnst það allt bara, mér finnst gaman að pæla í þessu og ég hljómar eins og 5 ára. Ertu búin að tapa miklu pening á þessu? Nei. Tapaði meira í kasínó, hann tapaði meira í kasínó í Ástralíu. Ég hef náttúrulega bara svona einu sinni í kasínó, þú veist, og ég hef búin að fara helvið oft, sko. Ég myndi segja væri, ég er örugglega bara svona sléttur, sko, sumt er að komið alveg í þrot og annað er uppi og bara svo uti í spilaði þetta. Já, en þú veist, þú veist, fólk á náttúrulega ekki að vera að kaupa fyrir einhvern pening sem það sér eftir, skilur, þannig að ég er að setja, ég er að klinkinn, skilur, ég er ekki að kaupa, þú veist, ég veit alveg að fullt af fólk er að kaupa sér hlutabrif til að ávaxta peningin sinn og allt þetta, ég held að þetta sé ekki alveg það, sko. Þetta er bara stemmingin. Þetta er stemmingin. Ég er bara, mér finnst ekkert meira töff eftir að hlusta á þetta. Bara að fara í svefnin langa með það að hafi keypt hlutabrif í geimnum, það er bara 15 nóg fyrir mig, þú þarf ekki að græða það, sko. Nei, ég meina, kostar í keilu, kostar í bíó, kostar í kasinu, kostar að tapa á hlutabrifum, sko. Kostar. Herri, strákar, ég þarf að koma ykkur tíðan, strákar, til ykkar og við þurfum að taka, þið verðið eiginlega, sko, því að ég er, sko, ég veit ekkert hlutabrif, sko. Nei. En finnst gaman að pæli þeim og við gaman að pæli svo í þessu. Ég var að fá þig með Heiðri Guðjóns. Já. Það var geðveikt. Það var gaman að fá einhvern, sko, fagfjárfesti sem veit allt þetta og er að skoða bara einhver hagfræðing sem að skoða einhver fyrirtæki og kryfja þau og þetta er sniðugt og fá eitt svona eins og mig sem er að gera bara eitthvað. Já, það sem þú er samt búin að leggja fyrir nokkra góða spurningar inn á milli, sko, aðra vinkla. Já, það verður ekki geðveikt. Bara það, ég meina, ef einhver getur svara manni bara, ok, hver, þú veist, má byggja bara á massi eða? Skilur við? Heiðar er bóttið með svaraði. Á okkur land þar eða? Nei. Smegum við bara
þú veist, Elon Musk náttúrulega bara örgulega kortir í að hann fari bara þú veist að lenda þar og gera eitthvað skilur út allt hana það var reynda ekki þú veist, einhver ár eða einhverju svona kallar skilur hver á það? Er það bara fyrstu kemur fyrstu færi? Ég veit þetta ekki en Heiðar veit þetta og örgulega fullt að skýra ykkur bak við þetta en myndum að þá ekki vel ykkur aðra eitthvað, eða kannski það eina plándu sem hættir að fara á Nei, ég veit ekki, minna, þú veist var ekki farið bara á tunglið bara eitthvað, þú veist, fyrir 100 ára er ekki hægt að hlýtur að vera einhver sem getur tekið inn að skóplustungu þar í dag, 25 Er það eitthvað þessinni? Nei, líklega Nei, það er gaman að velta svona steinu af því að það skemmtilegasta við þetta er að þú veist, hérna, því að svona fólk sem er á kavísu og er, þú veist, fagfjárfestar eða eru, já, bara miljónsum klárari en maður sjálfur í svona það fær aldrei svona spurningar Nei. Það er alltaf allir að passa sig og spyrillin vill ekki hljóma asnalegur og eitthvað svona það er best þegar hljómar asnalegur það er stundum gaman að fá það er fólki sem eru að hlusta vanta þetta já, það er stundum gaman að fá bara svona nú ætla ég bara að taka þetta viðtal eins og ég verið 5 ára og við ætla bara að spyrja ykkur út í þetta skilur. Það er stemning ég get tekið það fyrir ykkur á Heiðar sko. Það er klárt mál Strákar kemur þetta 3 ár ég held að fyrst hann er búin að koma núna hann er búin að rífa plásturinn af já. Nei, ég er bara, strákar, sorry með hvað ég á lengi að mæta sko. En þú ert með frestun áratu, það ekki? Jú. Og ég get bara, ég skal vera svona fastagestur eða viljið sko. Ég er til sko. Sko Sveppi, ég held að vera búin að rífa plásturinn sko. Ég held að vera slóðin Við ekki bara koma reglulega Megum við ekki fara að koma reglulega Sveppi, ég er klár Það fullt af sem við þurfum að fara yfir Já, hvað heldur maður? Fyrsta sem Sveppi sagði, ég sagði já, þú kom síðast 22 hann sagði, ég er nú búin að humma nokkur sem frá mér í burtu fyrir það sko Já, reyndar, ég er nú hummari líka Þetta er spurning Við hummum stundum svo Ég held að lykillinn á að fá konga eins og ykkur í hlaðvarp sé að vera ekki að taka mæli með að allir taki þáttan okkar með Sveppa en þegar við segjum hvernig byrjuðu 70 mínútur það spurningu 2 við erum búin að læra en þetta er líka stundu kemur svona álag eins og núna að það, veist, ég var í hlaðvarpi áðan að tala nákvæmlega sama við Benna og Fannar sjáta það hlaðfréttir Já, varstu bara í því áðan Já Ég hérna bara, þeir eru náttúrulega voru þarna og eitthvað svona allt öðru í sér teik og stemming með við núna erum við bara að tala við Eru þeir ekki alltaf finnir til að vera bara bak við kameru? Þeir eru náttúrulega bara geggjaðir, þú veist, þeir eru búin að vera að leikstýra sínu dóti og leikstýra fullt af öðru, þú veist, þeir eru að taka upp fyrir hvern annan, klippa fyrir hvern annan, leikstýra Fannarkir þetta og þessi, þú veist, og Benni, þannig að, þú veist, þeir eru búin að gera svo ókslega mikið, þannig að þeir eru, ég held að það er svo þægilegt fyrir það, þau getur bara verið fram að kameru og svo svona, ég ætla aðeins að pása það og fara bak við hana og kunna bara og þeir eru geggjaðir, þú veist, ég dyrka þá sko. Nei, en varandi þessi podcast að þurfum að tala um það, þú veist, það er líka bara að því að við erum báðið með podcast og við erum alltaf röflandi eitthvað það er óa lítið nýtt í þessu einmitt. Þess vegna finnst mér einmitt gaman að koma bara hérna og við erum bara eitthvað að röfla þú veist, og við erum að tala um drauminn, við hefum ekkert gert það áður skilur, einmitt í staðan fyrir eitthvað, já, þú byrjar á YouTube og hvað, gerir ykkur að sketja Já, þú byrjar á MBL TV Já, líka fólk getur bara kynnt sér það skilur. Já, þú veist, að því að maður vill heldur ekki ljóma bara eins og rispu plata skilur, þannig að ég held að fólk hafi nú ekkert gaman því en, við lærðum af þessu en það er gaman að, hérna, bara röfla, þú veist, við dýrkum það Eru ekkert að elda gilsarinn hlutabrjánu með það? Ég náttúrulega ekkert eitthvað að vinna með það sko það er bara heimur sem er bara hulin ráðgátar náttúrulega gamebrefin sko náttúrulega ég var náttúrulega fyrir gamebrefin sko nei, ég er bara fyrir mér þetta er bara svo þegar einhver gæi byrja að tala við mig um kryptó, það bara dó eitthvað inn í mér Þú hlýtur að vera í kryptó Nei, ég er ekki þar Ég held að þú er svona shitcoin maður Shitcoin, ég sé þetta að það er kryptó Málið er að ég skilða ekki og þú veist Já, skilur geimin alltaf svo vel Nei, þú veist, ég get samt skilur gert, þú veist, ég get ímyndað mér samt svolítið svona hvernig kannski næstu 30 ár gætu þróast án þess að hafa rétt fyrir mér eða rangt fyrir mér þannig að mér er gaman að kaupa í einhverju þannig fyrir eitthvað klink bæðu í að bara, þú veist, ef þetta gerist skilur, eða getur gest eða eitthvað svona en ég veit ekki, þú veist, ég veit alveg að Bitcoin getur farið ókslega langt upp eða ókslega langt niður og svona ég skilða samt eiginlega ekki Ég sá heimildamöndu Bitcoin og ég var heimskari eftir hana sko. Þú veist það sem ég finnst bara ég bara
sló okkur saman sko. Bara ef einhver tekur, þið í rafmyntum með það? Nei, höfum verið í Já, en þú veist, ef einhver tekur bitcoinið fattur þú? Í hvernig allar að hringja? Engan, þú er búin að tapa þið Það finnst mér bara að vera óþægilegt og þeir segja þetta eins og gull en þetta er ekki eins og gull, því að þú átt gullið sko. Já, og ég heyrði mitt Heiðar tala í viðtali að þú veist, ef hann fengi orkuna skilurðu, þú veist, ef það væri eitthvað bak við bitcoinið, þú veist, fyrir utan þú veist, ég veit alveg núna eru bara rafmynda fólk bara djöfullertu heimskurina að því að ég hef ekki, ég held þú þurfa líka að fara alveg djúpt að kynna þetta, ég held þú þurfa að taka allar svona 100 klukkutíma á netinu sko. En já, þetta er bara já, ég bara skildi ekki alveg bara nóg vel sko. Og kannski bara kynni mér Diktján til að slúta þessu, sko, gamebrefin er future konceptið að gameinu verði bara svo tenni eða? Þú veist, ég meina, ég held að verði örugglega einhvern tímann byggt annars staðar en á jörðinni ég held það þú veist, veit ekki hvort að verða okkar lífsleið, skilur en þú veist Ég ætla að veða djúpsjávarbrifin Ég er komið þangað djúpsjávarbrifin Já, djúpsjávarbrifin, þetta fíla ég Nú ætla ég að fara að kíka það og pæli því En hérna, og aðtökst eitthvað fyrirtæki sem er byrjað að pæli að fara að bora núni og Já, bara eftir að hafa verið bólufriðin og horfa Svamp Sveinsson En ég hérna Það pottur þetta bóla Nei, ég held bara, þú veist, það er náttúrulega ógeðslega mikið af einhverjum tech fyrirtæki sem eru að vinna með eitthvað satellites dæmi, skilur þú veist, það er verið að gera við alls konar og að vera að flytja eitthvað drasslata maður og svo er allt í drastlega það er einhver að fara að nýtt hann upp og hreinsa til hann líka og bara, það er bara fullt í gangi og hérna og ég er svona ég vil meina að væri kannski ykkur stemningarna áður en við félagarnir degum við gætum kannski tekið eina túristaferð út í game hver veit, þú veist, gæti alveg verið 20 ár í það, skilur ég það ekki Já, klárt Sorry, ég verða að slúta Þetta er svona 50 ára bet sko Ég verða ekkit Sveppi, eigið einhver draum eftir Hér á Hála að tala skandinaviska drauminn Eigið eitthvað sem ykkur dettur í hug eitthvað sem eru byrjar að pæli Nei, þú veist Alheimsdraumurinn er náttúrulega ef við myndum gera annan draum þá held ég að við myndum aftur gera alheimsdraum Já, einmitt Og þá myndum bara Þú getur alveg farið til Noregs og gert eitthvað skrítið sko og þú getur alveg farið til Grænlands Kanada eða þetta er svo ógeðslega mikið sem hægt er að gera Skipta löndin miklu máli eða? Er þetta ekki aðalega bara content? 100% Jú, þú veist, þetta er 100% bara, jú, en svo er þetta líka náttúrulega bara ferðaþættir í rauninni ég veit alveg að það er ekkert eitthvað rosalega verið að fara djúpt í það en samt er þetta, þú veist, að vera að skoða þetta er lokal maturinn, skilur þú veist, það er verið að fara í þetta, þú veist, þetta er þú ert alltaf að sjá samt eitthvað sem er bara wow þú veist, þetta vissi ég ekki maður myndi vera að fara til Færeyja þá ertu bara í Færeyjum sem er bara svo að fara bara á Eskifjörði sko. En við myndum alltaf vera samt þar bara það þyrftur að fara bara í grindhvaladráp eða eitthvað skilur bara dreftu grindhval 4 stig það þarf að vera þú ert ekkert eitthvað rekki Færeying með einhverju kýtli sko. fara til Grænlands og þú varst ánægð með réttin Seppi sem þú fegst í fyrsta þætti þannig í Suður-Afríku garnirnar og góða stöfið maður sá á einhver hvað hvað er að gerast þetta er náttúrulega priceless þetta er geðveikt að upplifa svona en smökku þetta var ekki þau tóku bara súpuvatn það er ekki hægt að tyggja þetta það er ekki hægt, þetta er ekki neitt þetta er bara eitthvað drasl þetta er bara ógeðslegt Nei, ég sammála ef það er gert eitthvað meira þú veist, þá held ég að veri bara aftur alheimsdraumurinn það er alveg hægt að fara það var geðveikt að fara með bara auðvitað í Hárigræslu til Tyrkland, skilju hann var búið að stinga upp á þig sko. Við stingum alltaf upp á þig Við stingum alltaf upp á þig en hann er alltaf eitthvað það er svo mikið að þetta gera og við getum tekið ameríska drauminn aftur og hann er bara allt öðruvísi og veist að því að það fyrsta skiptið þar þegar við fórum í ameríska drauminn við vorum örgulega bara í svona 13 daga sko ég man það rosalega mikið í bíl allan við evróska var það bara svoleiðis það var bara 2 vikur eða eitthvað það var miklu styttri ferð þannig að það var þetta að gera ameríska aftur og undirbúa betur og pæla hans í hlutunum því að Ameríka er stór skrítiland sko þú varst að tala Hárigræslu besti vinnuðin Eiður Smári hann fór í Hárigræslu sko hefði hann þurft að segja í vellinu þegar hann mætti með þetta mag ég var í Hárigræslu að því hann bara allir komið full set of hair það Eiður myndi sko í fyrsta lagi komir á er það mjög ólíkt
karakternum Eðsmára sem ég þekki af því hann vill helst ekki skilurðu bara vera með eitthvað sem að fólk getur talað hann vil bara spila fótbolta og gera bara sitt og veist, hann veist eiginlega leiðilt að vera frægur sko. Það fyrir töðan á honum veist, hann í grunninn bara góður í fótbolta og vandamáli við það afleiðingarnar það að vera þekktur skilur og það fylgir þessu oft sko. Þannig að minnst mjög að því að varst þetta úr karakter? Já, pínu en veist, samt, svo finnst mér þetta líka bara næs að hann bara takit á kassan og það ekki blöð að gera þetta tala bara fólk þetta og hann mun aldrei minnast á til nokkuð mann þótt hann verið fann að blása toppin hann mun aldrei bara já það verið rosalegt fyrir að blása toppin frá það var eitthvað hættur að sjá ég held að Öddi sé alveg til í þetta mitt akkurat svona eins og í draumnum væri svona líklegast að fá hann í þetta hann var eitthvað hrættur og ör á hausinni hrættur að þetta væri eitthvað vera með sára hausnum í þessu tökunum þetta gengur eiginlega ekki að gera þetta í draum ekki nema þetta væri kannski bara loka þetta bara nöys en það gæti verið loka áfangastæður að það gaman að sjá hann deyfðan og að vera svæfan ég yfir honum fengi að vera með eða einhver bara svona hvernig ertum að taka viðtal þetta er bara, þetta gæti orðið 8 þáttaserja bara með okkur 3 svo var ég fyndi líka að gera kannski fylgjónum bara ferli þannig til hann fann að blása en svo var ég líka að fyndi að láta kannski bara þú veist að gera kannski bara svona þéttan hring á öxlina eða eitthvað þá ertu bara komið með bara svona mottu á öxlina kannski er það hægt já, þú ert að fá þér í hár ígræslu tattum þú veist á bakið eða eitthvað þú veist, ég veit ekki hvað er leifa þarna sko hversu mikið fíblaskap er leifa bara með svona brotta broskap það er ógeðslega, maður ekki að við vorum að skrifa í steipustöðinni gæðin sem var bara bartarnir sem var alltaf að færast gerðum við það? Við gerðum það aldrei já, við höfum verið stoppaðir af það sko. það sem fyndum við steipustöðina sko, það var alltaf voru yfirleitt bara 3 að skrifa sko. Ég svepp á Öddi og svo þegar Öddi fer hann var mikið að skjóðast að fundi og alltaf að skreppa eitthvað og þurfti að fara kannski aðeins fyrir og svona þá fórum við að skrifa það sem okkur fannst alveg hér sko. og hann var ekki til að stoppa sko. Því að hann var svona tók sem betur ferindar að gott að hafa einhverja handbremsu í skrifum sko. og blöð er mjög góður að ná að svona endurspegla smá þú veist, skilurðu þetta er ekki að fara að virka strákar og, svona, og stundum berjustu fyrir að fá eitthvað inn sem bara svona smá fyrir okkur og stundum þá skrifum við skett sko ég man ekki hvort þið skrifum en ekki það var guð sem var að spjalla við einhvern mann og bartarnir voru alltaf að færast neðar og ennið og voru alltaf út allt nei, þetta var eitthvað leið sem við ætlum að gera á eitthvað, já, ég veit ekki við fórum sko, ég og Sveppi fórum út í hádeginu í hádegismat í tökum þá fengum við tökumanni með okkur þetta er alveg smá galið og hoppum út og tókum upp skets þegar allir voru að borða sem endaði inni sko það var alltaf verið að snáðast líka á setti sko það var kannski einhver það var batti skinka það gæði sér með skinku í veskinu það var ekki búið, það var ekkert handrit á þessu skets þetta fórum bara, vorum einhvers þar í Mosó manstu að þú varst eitthvað sástanda út garðinu eitthvað, það voru stóri boltar hann hjá okkur plastversmiðinni bara þú, ég bara fer hérna og gríp fórum inn í búningabílinn skiluru og allt sem hvort það væri eitthvað hérna og hendum okkur í eitthvað og svo fórum við bara og tókum upp bataskingu heyrðastu við lappaði bara áfram það er svo góð svo var hann að fá sér skingu hann var bataskinga hann var búið að hanga yfir honum þetta viðurnefni frá því að hann var pjakkur sko fyndnasti sketsin í Steifstöðinni var kannski ekki alveg fyndnastur það er fyndnast að taka hann upp og okkur, ég held að okkur finnast hann báðum fyndnastur það lítur að vera partíið, ammælisveislan sem að það fór úrskeiðis vorum að taka upp ammælisveislu og sketsin er í rauninni, í grunninn er sketsin ekkert endilega rosa sterkur, en allt í lagi hann strákur sem á ammæli og hann fá, það fær geisladisk sem situr á fóninn, svo fær hann svipu svo fær hann
þú veist, einhverja nærbuxur eða mann ekki skikkju, búningja og eitthvað svona dót sko og það er verið að opna þetta og hann eitthvað wow, fer í þetta og svo er hann eitthvað með tónlistin í gangi, svipan og allt þetta, svo kemur klifti yfir næsta fólk, þá lítur þetta út eins og sé eitthvað brjála BDSM-partí og þau eru eitthvað með allir í þessu á Siggi Sigurinn og svo Mari og hérna þessi skets hann þetta átt að vera svo flottur skilur fullt af fólki ammælisveisla og kökur og eitthvað svona dót sko hann átt að vera með svipu og skikki og einhverja grímu Bjartmar á fóninu svo var ekkert hann eitthvað að gera eitthvað og þau eru horfur út úr gluggan þá bara hvað er fucking weird shit í gangi þarna inni þá er það bara 8 ára ammæli bara 8 ára ammæli og þau bara voru að sjálfa að fara í BDSM sko en þetta eins og ég segi handrit bara til að en sketsin var bara svo fokki fyndina því að það mætti bara enginn það var enginn aukaleikari húsi sem við komum í að þetta var oft gert hratt og þú veist, það voru allir alltaf að sjá allt í fyrsta skiptu og labbaði bara inn í einhverju íbúð og það var bara svona, ok, það þarf að gera þetta hérna og nýta hérna og við bara svona, getur einhver hringt í einhvern og fengið foreldra sína til að koma, vantar gamalt fólk, þetta var, þú veist, það var alltaf auðvitað búið að pródusera þetta allt, en það var samt líka alveg svona, skilur við, þetta alveg bara svona teamwork og svona og það fór allt úr skis í þessu sketsingat var úr skis maður og þannig að við svona þannig að þetta barnaamali endaði þannig að þetta barn átti ammali og það var bara mamman og pappin og Siggi frændi við Sveppi vorum að leika svo skrýtna týpur og það og hérna við bara eiginlega fórum bara að leika okkur bara að gera þetta eitthvað skemmtilegt og hún skemmt okkur öðrum og svona og það einhvern veginn var bara eitthvað lítið þetta nú hafa kostað eitthvað lítið þetta hafa eitthvað að opna pingluna fyrir svona sveimið þá, hvað, þetta er flott voru þið með þetta? Já, náttúrulega að leggja inn á þið fyrir saman eitthvað svona ekkert búið að skrifa þessu ógeðslega gott Steikustöðin er eitt besta sem ég hef séð já, vannmennast það líka No Regrets, sketsin heldur góður líka já, þetta er ógeðslega já, No Regrets var góður auðvitað er þetta helviti góður því líka Mér langar að fá okkur til þess að taka power-ranki 4-5 uppáhalds Þetta er búið kalda bara verka á ferlir já uppáhalds að verka á ferlir já wow. Þessi er erfið sko þetta er stórt sko þetta er stórt sko vilt þú kannski bara ég er alltaf mjög fljótur í svona já, þú veist þetta svona ríða, giftast, drepast dót ég get svarað því bara á innan við 4 sekúndur alveg saman hvað fólk þú nefnir en 5 bestu verki svona það sem að mér þykir náttúrulega bara mjög vænt 70 mínútur mér þykir mjög vænt hérna Kall á þakinu Draumur sem er leikrit sem vænt draumur, hlýtur að vera já, ég er rólegur við erum í þessu hérna, bara í þessu það er bara það svo er náttúrulega Draumurinn og Algjör Sveppi bíómyndinar það er svona sem að mér þykir ofsalega væntum og stendur upp það er líka bara þetta er allt svona eitthvað svona frá sem að kemur úr náttúrulega, veist, bara eins og það er náttúrulega Steypustöðin til dæmis það er svo gaman að fá einhverja hugmynd með einhverjum og fara að þróa hana, skrifa hana og framkvæma hana og sjá hana tilbúna það er bara stöngin inn sko það er einhver svona góðu fílingur sem fylgir því sko Þetta er hörkulisti já, ég er bara Steindi Junior bara sami listi já. Nei, það er bara, þú veist, einmitt það er náttúrulega Steindin okkar mann þykir alltaf mjög vænt hann svo er það Draumarnir Steipan mann þykir vænt hana bara margt sko, þú veist en það er, þetta er náttúrulega bara skilur svo, ég meina hreinn sköldur já, einmitt, já þótt að það hafi kannski ekkert flogið eða önnur séri eða eitthvað þá er þetta bara hugmynd sem við fegst sem við bara gerðir og varða veruleika og hún fór bara í loftið og þú er bara glaður með þetta er sama eins og með Ríkið skilur við líka frábært stöf sem að fór alveg bara undir radarinn á sín tíma, en þetta köld í dag og ógeðslega skemmtilegt mér þykir ógeðslega vænt það já, maður gerði fullt af einhverjum seríum sem voru líka bara eitthvað ein serí af skilur við, bara Gett og betur skilur við, bara ein sería en svona, ég ætla að segja líka eina nýja mér þykir mjög vænt Einastjörnu sem er nýlega því að ég og Dóri höfum í rauninni aldrei verið að bralla neitt eftir allan tíma saman
þannig að það var mjög gaman að gera það, fara saman og svona, þú veist, það líka algjörð reunion bara hjá okkur, skilur örgulega, svolítið, þú tengir örgulega við það bara eins og þú gerir þættina með Eið að fara út og pappi skor heiminn þú veist, þannig að Jökull í Kali Kali og þannig að það var mjög gaman, þú veist, að fara bara út og mér þykir væntu það er náttúrulega bara við æsku vinnirnir að fara yfir stöðuna ógeðslega skemmtilegt og ég fann alveg feelingin eins og með Einastjörnu sem að þú varst í við horfum á það, meðan það bara mjög skemmtilegt samt var þetta einhvern veginn ekki nei, þetta var bara tveir menn þvælast einhver staðar og gera eitthvað sem þið hefur getið gert þetta bara á Eskifirði Patreksfirði og þetta hefur verið jafn ógeðslega skemmtilegt af því að Dýnamíkin er bara klikkað það er svo gaman að það er bara præslega sko. Ég hef aldrei hlegið mikið á ævinni þegar þú sýndi Dóra mynda á honum í köpun það er bara ég þetta er bestu þetta sem ég séð hann hefur svo rosa lítinn tolerans ég veit hann bara, það er sko að við myndum gera þetta við Sveppa hann væri bara, þetta er easy skilur við þá bara, ekkert mál hann breytir ekki svip, hann bara svo leggst hann er bara svona einhvern veginn þetta er eina myndi sem er ekki svona ramma sko þetta er alveg, þú gerir þetta það er bara gegn Kontakt fyrirtækir ágjöf svo elsta og virtasta það mætti alveg færa rauk fyrir því að þeir sé að móta framtíð íslenskra fyrirtæki þeir eru að því og koma náttúrulega 20 endurskipulagninga fyrirtækja á hverju einasta ári og þeir eru bara rétt að byrja það er sko málum með kontakt sko það er bara þannig þeir eru áttbúin að lengi rekstri þá er það automatísku gæðastimpil ekki síra auðvitað eða þú ert að sniða við baki á frjálsir fjölmiðlum þeir eru líka smekkmenn í þeim efnum og þökkum kontakt kærlega fyrir það þeir eru reyndar smekkmenn í að koma auga á tækifæri á fyrirtækjamarkaði þannig að það sem þeir vinna við og gera alla daga þannig að tekkja þeim að þeir í söluhugleðingum eða kauphugleðingum Búlan það er þriðjudagstilboði góða byrju núna við erum bara hreinskilur, það er mánudagur núna þannig að ég er að fara í þriðjudagstilboð á morgun þriðjudagstilboð er að þessi þáttur kemur út og þá erum við væntanlega við Birgir, við erum til alveg að skála í búlutilboði þetta grínast þú veist bara 1990 kall burger, franskar og gós þú fær það ekki en sko, málið með burger er að hamborgar er ekki sama hamborgari rétt þú getur farið og fengið þér einhvern út á næstu vegasjoppu nei, þú veist, ég elska góðan burger sko, en hamburgerinn frá Tómasi óviðjafnarlegur sá langbesti David Jones sko, það eru margir búin að spyrja mig Leifur, þú veist, ekki spyrja mig koma málu við mig og segja, Leifur, ég held að væri bara grínast rétt sem sendið daginn ég fengi þetta frá fleirum það sem að bara ég held að vera bara að auðlýsa þetta fyrir pening og eitthvað svona nei, þetta er þvæla David Jones, þeir eru 0 að fíblast jú, leini triksi í Svernherbygginu ég bara svo ég segi alveg satt ég get ekki það gengur vel, en í fúlustu alvöru þá er þetta svo fáránlega gott stútfullt af vítaminum, steinefnum öðru góð geti, en fyrst og fremst er þetta bara lostæti þetta er, lostæti þetta er rugl frumeri, allir með 3 í endastaf Tikk-takk, 4 þurfa að fara að hugsa þetta hjá mig komin að góða punkt í dokkum daginn sko, þú mátt fara oft sko sumir fara eins og ári þú veist, ég fer oftar persónulega það er ekkit vittlust sko Kemi 200 hann var í helgarviðtali á Vísi en það er ekki hiss á því hann heppin maður bæði, það er ekki margir sem eru heppnir bæði í spilum ástum, leik og ást nei, hann er það en Hermann Guðmundsson er einn af þessum útvöldu og hann er auðvitað með 205 lítra tunnur og glussa, alveg svolítið glussandi, frussandi Býtu glussa sprengja já, þú veist það og hún er undir 100 kallinum, hefur þú trúað því? Nei, og þú veist, ég held sko einhvern veginn, ég held að eins og góð maður sagði það hlýtur samt að vera þannig að þú mátt bara kaupa x marga tunnur nei, það er bara meðan byrðir endast og meðan við lagarinn hemmi verður að setja eitthvað magn á þetta ég veit en það sem ég rak augun í við sko þessa vöru er að hún er á sléttri tölu 99.900 það er bara hitt hann á sko því að hann lágmarkar álagninguna það er hver króna sem telur fyrir neytanda ég get alveg lofað því að það er ekki álagning á þessu nei og talandum það
krónatelli fyrir neytandann, þá þetta enginn, ég held að margir viti hvað ég að fara að segja núna, sko. Það enginn að úti sem að berst jafn ötulega fyrir hag landsmanna. Eins og Bónus. Og Bónus, þeir veita öllum sínum byrgjum gott aðhald og veita öllum sínum viðskiptavinum jafnframt alveg framúrskarandi vörur á enn betra verði. Sko ég fór í að því að ég ekki bara, við erum ekki bara að tala spónsan okkar, við erum virkilega að sinna þeim. Rétt. Að því að þetta okkar besta fólk og besti fyrirtæki. Gera okkur kleift að halda úti okkar uppáhalds gæluverkefni. Og ég fór í Bónus í dag og ég fer alltaf á Smáratorgið og það svo víði gangar og maður getur alveg týnst í þessari búð, sko. Eitt sem langar að fá frá okkur og það búið kalda, við erum að fá okkur einn kaldan, skál, stráka mínir. Já, skál. Herru, Þú ert á bíl. Já, gjörðu svo vel. Ég á bíl, ég tek eitt svo bara. Já. Byrjum á þeir Sveppi, 2 manneskjur, dead or alive, til að fá sér kalda með eina góða kvöldsund. Já. Rósalegt að henda manni þanga bara. Þetta bara... Ég var náttúrulega alltaf til að fá mér einn kaldan með Keith Richards. Já. Og svo held ég að ég og Adam Sandler gætum orðið ógeðslega góði vinir. Já. Ég líka með hann. Ég held að við erum góði vinir. Og Keith Richards myndi alveg passa þarna inn. Já, meina við 3 saman eitthvað. Þetta þannig, sko, þetta 3 manna bóru, sko. Já, það er rosalegt. Það er geðvikt. Ég myndi örugglega vilja Adam Sandler og Jim Carrey, ég held að. Já, ég myndi ekki nenn Jim Carrey. Ég held nefnilega að hann sé svo nettur, sko. Háttið gæði sem hættir að drekka og ég er bara löfblað og eitthvað. Nei, ég heldur að hann myndi ekki alltaf fá sér Jón var að hitta hann í matabóði. Þú segir það? Þú veist, það ekki, myndu ekki alltaf ná honum með það? Jú, ef hann hættir að drekka, myndu við fella það? Nei, já, þessi appell líka, þú veist, maður náttúrulega ólst bara upp í Adam Sandler og Jim Carrey og náttúrulega Stones hjá þér, þú veist, það er bara svo skrítið ef ég var eitthvað að hitta, skilurðu Adam Sandler og meth með eitthvað. Nei, veistu, og svo væri maður náttúrulega alltaf til að sprauta sig með heroinni með honum Kurt Cobain, sko. Það var gaman, sko. Já, takk eina sprautu. Finna belti og góða teskeið og það er svo góða hittaskeið. Belti og hittaskeið. Ég kem með belti og teskeið, hann kem með heroin og eld. Stöfið. Það var þetta bara klárt. Já. Ég held að þetta sé Sandlerinn? Já. Og Carrey. Við erum dálítið svipaðir í þessum málum, sko. Já. Við dýrkum Bjartmar Guðlaugs og elskum Adam Sandler. Já. Þá er einn frá mér, sko, byrjum á þér Steindi núna, hvernig að ferðast með Auðunni Blöndal? Það er bara nokkuð gott, sko. Ég er bara mjög gott. Ég er ekki nærri jafn fúll út í hann og hann alltaf mig, sko. Veist, ég held að sé erfiðara fyrir hann að vera með mér. Já. Þú veist, ég er ekkert að reyna að vera neitt erfiður, ég er bara spá í dóti og alltaf eitthvað svona, heyrðu, eigum við að prófa þetta? Og nei, þið komið maður, þið erum að drífa okkur. Já, en þessi hundur hann, ég var að kíkja á hann. Eitthvað svona, og bara svona vesen. Hann er mjög þægilegur. Já, ég meina, þú veist, hann er bara þægilegur, þú veist, ég meina, mér finnst fólk eiginlega bara þægilegt, sko. Já. Þú veist, ég er ekkert að mikla, það er allir með eitthvað, sko. Og allir einhvers tíma pirraðir og maður verður líka bara að læra það, skilur. Segjum að Sveppi sé eitthvað pirraður núna, þá verður hann bara að fá að vera pirraður og hann verður bara að fá að gera það. Já. Svo er hann bara góður eftir. Já. Það þarf ekki alltaf einhvern veginn að útkljá allt þegar allir eru brjálaðir, sko. Nei. Þú veist, er það ekki bara fín regla? bara að falla sem ég heilt. Nei, já, ég er að segja, þú veist, það er bara, ef ykkur er pirraður, bara ok, hann er bara pirraður núna út um mig og ég ætla bara sorry, þú veist, ég bara mitt ekkert með þessu. Kannski er auðvitað örglengt að tala um þetta, en þið hafið farið að full on rífast í drömmið, ekki? Jú, við gerum það og ég hef nú sagt frá þessu áður samt Hvenær var þetta? Þetta var í asíska drömmum. Og ég hef sagt frá þessu einhvern tímann í podcasti, nú mann ég ekki eins og hvar hjá Dotta held ég í Grínlandi. Ég get skautað yfir þetta að því að spyrja, en þá reyfust við sem sagt vorum í Kambódíu, það var einn frídagur þar í ferlinu og við förum bara að, þú veist, nakkrífast, sko. Manstu út á hverju eða? Nei, það var ekkert út að neinu beint. Það var bara þreita og pirringur og eskuleitaðist og menn voru fullir og það var bara allt bara sauð upp úr. Og þú tengir nú alveg við þetta, Sveppi. Hefur rifist í blöð?
Já. Það bara mjög stutt síðan. Já, það enda mjög stutt síðan Sveppi gaf honum alvöru lestu. Getið farið við það? Já, það er þetta farið við það kannski seinna en nei, ég veit ekki eins út ykkur sko. En það var við fórum hana og rífust og þetta var alveg þannig sko að ég var bara, ég ætla heim á morgun. Ég ætla bara heim. Já. Ég nenni sig. Ég ætla bara heim á morgun og ég var með Allan í herbyggi tökumanni sem hrótubróðir sko og hann einhvern með líki í þessu og þú veist hann var ræðilegt í hinn að tvo hana já, ræðilegt sko og þetta var allt saman einhvern veginn ruglimaður og hann einhvern veginn búin að greið eitthvað, já þið verður bara að tala saman í morgunmannum og eitthvað svona og það var bara, við áttum að sækja okkur eftir nokkra klukkutíma sko bara, við vorum að fara bara út á land að skjóta úr þessari basúku þarna Einmitt, já. Og það var bara, kom síðan fixer og sótt okkur og hún sko, í morgumatnum þá var líka Hugi Halldórsson sko, ég á mynda þessu sko sem þið getur nú bara þurft að fá hjá mér sko. Já. Það var Hugi sofandi með egg upp í sér í morgumatnum. Það var það game over sko. Það var náttúrulega bara, menn voru búin að vinna mikið og svo drukkuðu þeir þarna og það fór bara í rugl og hann sofandi þetta með egg upp í sér sko bara framleiðandinn sko og svo mætu í bílinn og hún einhvern veginn, já, eitthvað svona var ekkert sjón að sjá, ég ötti byrjun bæði og ég bara faðmast í morgunmatnum ég var bara klárum þetta, þú veist það ekkert annað í búði og bara, það var líka bara auðvitað átti það var bara rétt og svo förum við að í bílinn maður og Hugi einhvern veginn bara liggur á gólfinu í bílnum bara, hann verður svo þunnur sko hann verður svakalega þunnur sko, þú veist, það eru fáir sem þetta svona áfengiseitrunar syndrom sko. Já, það var komist nú bara sjúkrabíll í Vega sko. Já, og það hefur sjúkrabíll mætt á heimsækjali þingur. Hann verður svo þunnur? Já, hann verður bara það þunnur, hann fær bara auka, fær bara gáttaflögt og líður yfir hann og allt í rugli í honum. Og hann var þannig og ég eitthvað, sorry about my friend, ate a bad pizza, eitthvað, ekkert meiri í hug. Stíðast að afsaka bara það, framlegandi væri svona. Ég sagði bara slæmt egg, sko. Já, ég verður alltaf frekar að segja það, sko. Og svo bara, við verðum bara að fá, biðum að stoppa og fá okkur einn afréttara. Við biðum að stoppa og kaupa á kælubóks aftur í. Og það var bara búið að, keypt ógeðslega bara fyllt kælubóksið. 3 tíma akstur eða eitthvað og við einhvern veginn bara að reyna að fá okkur eitt bjór og reyna að fara í stöðuna og svo bara einhvern veginn bara eskuleitast það og afréttari verður af því að menn verða bara Léttir og kátir. Þeir eru nokkrir eða ekki? Léttir og kátir, verða bara nokkrir, þurfti að vera nokkrir og þurftu nokkrir og svo mætum við á þetta svæði maður og það er mjög skrítið að horfa á senu vitandi þetta sko að við erum báðum sólglir bara var ástæð fyrir því og aðeins og hvað voru bara grátandi? Nei, bara menn voru bara rauðeigði já, og bara skrútni já, og svo bara byrjar auðvitaði að fara út og strax bara taka upp handsprengju sko, sveiflinni sko, ég bara settu vitlaus maður, setti þetta niður og getur ekkert verið að standa í þessu eldgömmul vopnaður, alltaf hrinn í sundur það var eitthvað gæi hérna og undan okkur sem að var einmitt að henda svona handsprengjum sko já, var bara gæi að taka pinnan úr og hendi eitthvað vatn og eitthvað var að henda út allt og mæti sko, út alveg skjálfandi sko, þú veist, úr þingu sko skjálfandi allur og samt eitthvað galsi og blöð með handsprengjur og eitthvað gæi og sprengjur hér og þar og þetta er svo tens sko, ógeðslega tens og þetta er alltaf dætt í sundur sko, sem vopn og svo gaurinn að skjóta úr einhverju risabissu bara skýtur í eitthvað vatn og þá kemur bara sprenging þá skaut hann í einhverja sprengju sem hefur einhverja gamla sprengju sem hefur sprakk ekki á þeim tíma sem henni var hent það var allt eitthvað svona maður svo var bara skotið úr þessari bissu og málið leist og þú veist það náttúrulega ekki þú veist sjúkrahús nálagt sko er ekkert nálagt, bara 10 ára krakka með rettur bara að reykja, hvað er þú maður þannig að þetta var svona mjög ótrösting allt saman en já, þetta er svona, ég skautaði svona að segja yfir þetta já, bara vel gert ég held ég hef sett frá sér Grínlandi mjög dýtilega að fólk getur Grínlandi mælum með Grínlandi Sveppi, hefur rifist Pétur og hvernig eru þið tveir sem félagar í þessum draumum?
Það náttúrulega aðeins annað upp á teningnum. Það? Já, þar sko. Þetta öðru í þessi vinna? Ég sé það ekki fyrir mér. Það ekki takt að ríðast í Pétur. Pétur bara, hann bara, já, pirrar út í hann dag. Já, mætti hann ekki í tökuna? Nei, hann bara óþólandi sko. Hvað gerði? Ég var eiginlega alveg búin að fá mig full sattan á hann bara áðan. Veist, við eigum eftir að taka upp sko beti bílinn og þetta og það alls konar sem við þurfum að græja, við erum að fara með live show og það ýmislegt sem þarf að ræða og græja og gera og hann alltaf bara, já ég á leiðin í Sorpu ég var heima í morgun bara í 4 klukkutíma og veist, ég vaknaði bara klukkan 8 og krakkarnir í skólan og ég bara til í tuskið, við þurfum að hittast og græja eitthvað til daginn og hann bara, ég er að fara að henda mér í sturtu og ég bara, við þurfum að fara að hitta frikka og græja og gera og eitthvað já, ekki og hummar allt og alls konar, ég var ógeðslega pirraður út í hann og svo gengur það ekki neitt sko af því að hann kemur alltaf bara svona já, loksins komið, gekk ekki vel í Sorpu á meðan ég beið hérna heima áttu kaffi það allt bara ekki þetta svo flottur setting lítið vel út maður bara, það ekki veist, hann slæri öll vopn úr höndunum á mig og hann þannig og svo náttúrulega bara að vera með honum úti bara, og veist, hann bara svo hugur manns. Eru þið saman herbyggið, þú veist, þú og Blöð og Seppi og Pétur? Það hafa alltaf verið, þannig sko. En núna vorum við í CR herbyggjum Þetta er einhverja beðið það? Já, ég veit hver baða það Pétur og Blöð, mögulega? Nei, Pétur aldrei með steinda í herbyggi. Nei, ég að segja, þú hlýtur dóttir? Já, þú veist þú beður líka þú veist, annars maður alltaf að fokka upp líka fyrir hinum og það svo leiðilegt að maður rítur þá maður með drullum mikið samvinsku við Davíð, sko maður alltaf eitthvað bara svona, þú veist, maður náttúrulega bara ekki með meðvitund, sko þannig að það ekkert með það ekki hægt að skamma það ekkert hægt að skamma eitthvað svona hróttukall, sko, en þetta samt óþolandi og svona, en ég held að þetta hafi ekki mikið og sást ekki neitt Nei, fyrsta vikan það var ekki tróti fyrstu vikuna, sko en þetta var mjög þægild af sérherbyggi, þú veist, þá ferður bara á nærð einhvern veginn og hvílist miklu betur, sko. En við fundaði samt ég og Pétur eftir að koma heim þá ræddi hann þetta við mig, sko, af því að hann vildi vera í sérherbyggi og eitthvað svona og ég var bara, bara eins og vilt og ég veit hvernig Öddi honum er alveg saman, sko, ef ég og Öddi höfum verið saman þá hefur við bara verið saman í herbyggi bara því okkur finnst bara gaman að vera saman veist, og ef það fróa þá gerum bara glóstið og læsir, skilur þetta ekkert vesen hjá einum eða neinum og við erum alveg saman í drikki og það engin eitthvað, ég ætla að fara að hátta ég ætla að vera lengur og koma setna heim við erum bara saman í öllu kjaftaði og Pétur vildi vera einn í herbyggi og ég bara skildi það bara geggjað ef við getum gert það, þá bara gerum við það og það var þannig og eftir þá var hann alveg langaði þig að vera með mér í herbyggi og ég segi bara, já mér langaði það, sko já, einmitt hann saknaði já, hann fann alveg á mér að mér var alveg sama ég get alveg einn í herbyggi, þetta ekkert eitthvað ég var ekkert að grenja í koppan mann alltaf þú veist þetta var ekkert eitthvað svona bara, oh my god hann bara í sínu herbyggi svo þetta bara næs, eins og bara þegar við erum tveir saman í herbyggi, þá leikur bara og veist, á þessum tíma veist, eins og í heyrum draumunum, þá var maður aðeins að puffa síkó og svona það var bara 15 skall undir öskubakkan, það mátti reykinn allan tíma, sko klára sektina og það var alltaf gaman og svo er maður bara að fara að sofa og maður er bara að hlusta eitthvað lag og bara hefur heyrt þetta er rosalega gott og svo bara allt í einu líða menn út og fara að sofa og vakna saman og busta tennur og lella, mér finnst það gaman já, það er mjög gaman þú veist eins og já, það er bara gaman, þetta til mér eins og bara þú veist í AC-ferðunum og svona, þá við höfum nú verið saman í herbyggi það er stemning, algjör stemning þar var ég kvart yfir hrótum, sko hvað segirðu? Ég var ekki kvart yfir hrótum Nei, alls ekki, þú getur þraukað þetta Ég þarf bara að sofa Já, en málið er að, sko Sverrir Bergmann hefur sagt líka að hann geti þraukað, þú veist, hrótur og bara ekkert mál og hann bara beilaði, sko bara miðja nótt beilaði hann, sko og bara fekk sér herbyggi en já, það var gaman að mössanum, sko hann þraukar þetta alveg og það er svona algjör snáðun líka ég verði að segja frá þú varst að leika mastu ég veit ekki eins og hvað varst að leika en þegar vorum nýkomnir mastu á herbyggi í AC þá fer ég inn og bað og að pissa, sko
Já, ég var að leika dýrið. Já, varst að leika eitthvað sko. Litla dýrið sem Tjekki. Já, Tjekki. Já, Tjekki, maður. Það fór eins og ég bara voru nýkomur inn bara töskurnar og ég fyrir inn og ég fyrir að pissa og hörðin opin og það svona spegill og sér fram og ég eitthvað svona, já, tjóðlega þetta gaman, maður ekki bara fara, þú veist, hoppa, bara, þetta ekki bara nýr bollur og niður beint og þetta ekki bara spila eins og Sveppi, eitthvað, þú veist, það heyri alltaf hvað, sér svona í speglinu, skýst hann svona fram allsber, svona framjóðurinni og svo bara, ég alltaf deg og hlátri maður og hvað í gangi maður, sko, fer ég fram og Sveppi, já hann komin á bak við gardínu og eitthvað svona, þetta svona snáðun alls fyrir kallafélag maður missir svona maður missir af svona snáðunum en maður náttúrulega eitt, skilur við, það er stemning í snáðunum sko, en það sko já, talandum easy maður, mástu þegar við Pétur, vorunastu við bara skotnir hann bara í einu herbygginu þegar við krossuðum inn í hjá blöð vittlust herbyggið rosalegt maður, hvað var það aftur? Við lendum í því það er bara, þetta er náttúrulega easy sko, það er bara eins og eitt lykill virkja öll herbyggin sko, það er gali dæmi ekki nema það er bara verið einhver rifa á hurðinni, þú veist, illa loka þá að Öddi hoppaði eitthvað bugaður aðeins fyrr og við ákvæmum að fara og fokki í honum eitthvað og ég alltaf, þú veist, sáum bara eitthvað prófaði bara, Pétur alltaf eitthvað opna inn til hans eða eitthvað svona gera eitthvað, þú veist, og notum eitthvað kort og eitthvað, þú veist, en þá var þetta þú veist, vittlust herbyggi þú veist, Pétur var með honum í herbyggi að hugið eitthvað og opnuðum inn, svo fyrir Pétur náttúrulega bara inn, við erum í herbyggi og byrja að berja í rúmið okkur og ég fyrir beintinn að pissa þarna líka, svo ég miðri bunu bara, sé allt innu bara hárblásarinn þarna eitthvað og varalitur og hárblásari, hugi og Öddi saman í herbyggi sko, það virkar ekki sko og ég hvað að gera svo leið og ég fatta þetta bara sé bara, við erum bara ekki rétt herbyggi og þá byrja bara Pétur Jóhann að berja í rúmið bara vakna, bara brjálaður þá þetta bara einhver fjölskylda bara frá Mexíkó, bara kona, maður 2 börn, öll upp í bara, þú veist, þetta var svakalegt og gæinn ríkur upp brjálaður, ég hef aldrei séð svona reiða mann sem er eðlilegt, ég myndi að vakna við Pétur Jóhann að lemja í rúmið inni hjá þér þetta ábæri ekki að strax að þetta er maður sem getur yfirbúðað já, og þetta ábæri ekki að geta gest sko og þetta tók samt allt bara svona 20 sekundur, það gerði svo hratt sko svo bara var honum bara ég bara einhvern veginn akkurat fer út og þá fæ ég þá bara í fangi og mér einhvern veginn og okkur ítt út hent út skilur og svo bara hurðin læst og allt brjála og ég bara, við horfum bara okkur annan bara sprungum úr hlátri og svo bara verðum að hitti flór sko beint á pubin beint á barinn og í smá blackjack og aðeins að getum ekki verið hér sko gaman að herriði strákar, ég held sem bara að þetta er riddarspurningarnar sem er síðast í liðurinn senast að liðin þetta er búið að vera veistla stjörnuleikur bara held ég geti sagt að hér með að þetta sé uppból þáttur minn hinga til ekki setna að Sveppi á sko ég ætla að koma þig fyrir Sveppi á náttúrulega 4. mest hlusta cut-out of all time hann er mögulega að fara að toppa sig gæti verið að toppa sig 4. mesta? Hver er mestur? Það er Erpur Eyvindarsson sem er lang mest hlustaði hvernig maður alltaf til að taka það hann er skemmtilegur hömlulaus hömlulaus tökum eitt kannski sem ég langar líka að nefna bara peppa Instagram með þess kannski fáum þessar myndir hjá strákurum hugamyndina með eggið og síðan fyrir Johan í vaxinu negluðið þangað ég held að Instagram myndi banna þá mynd held ég ég var með puttan fyrir endaþarminu ég tók svona mynd með puttan fyrir hún er aldrei listræn hvenar eru við hérna, ég er náttúrulega á eina listrækka mynda því að líka hvenar voru við hérna já þegar ég skreiði allsbyrð upp á skápinn nei býtu, hvað var það? Já, ég varst upp á okkur skáp líka var það Chuck eða? Chucky já, Chucky er Chuck E. Cheese nei, Chucky hérna dúkkan með hnífin já, hryllismyndin Chucky, hann var alltaf svona snáðast ég er alltaf heldur gaman að þeir myndum það tók einu svona hníf svona úr köku til að fara að drepa ykkur og heyrði svona hljóð þegar hann dró hnífin úr svona súkkulaði tertu geggja dæmi sko það er margt í þessu sko
Hvað er síðasti? Já, síðasti liðurinn, ég ætla að finna þetta ekki á meðan sko. Já, við erum sérst komin í riddarspurningarnar, það sem að riddararnir fá að henda inn spurningum á strákana. Og við þökkum fyrir. Já. Veldi einhverja góðar. Já, sko, byrjum á þér Sveppi og meðan Stendir vant við látin. Vissirðu þegar þú tókst 70 mínútur upp að Crazy Bastard, eða að þið verða elda eitt besta lag Íslandssögunum? Nei, bjóst nú ekki við því sko. Það geggja lag sko. Ég vissi það ekki sko. Er það ekki með hérna, var það ekki gert með Kvarsi? Mínus? Nei, Kvarsi, já, auðvitað, Kvarsi. Þetta er náttúrulega, nei ég vissi það ekki, þetta er búið skemmtilegt lag, þetta er búið að fylgja mig lengi og hérna. En áttu þetta að vera djók og varð bengar eða? Já, alla daga sko. Það var alltaf að vera djók. Alltaf Ef ég vissi þetta að vera djók sko. En þetta var alveg, veist, Sölvi Blöndal bjóð til lag úr þessu og við söndum texta sem er náttúrulega bara þvæla og hérna. En þetta er sem sagt sko afsprengi af öðru lagi sko. Ef þið hlustið á hérna Gangsta's Paradise, Já. þá er hann eitthvað svona money in the morning, hour after hour, minute after minute, what's going on in the kitchen? I don't know what is cooking. Þannig er línan í Gangsta's Paradise. Já. Og mér fannst þetta svo fyndið, what's going on in the kitchen? Þetta bara fyndið lína í einhverju svona rapplagi í fangelsi. Bara, hvað er að gerast inn í eldhúsi? Hvað er að gerast inn í eldhúsi? Akkur myndur þú henda þeirri línu í eitthvað svona lag? Mér svo fyndið, þannig ég var mjög mikið með bara, what's going on in the greenhouse? What's going on in the kitchen? Eitthvað svona. Og svo bjóð ég til hringingu. Þessi er svakaleg með Rumpus og Fartus byggu í raskatin á Jens. Já. Þetta var steipistu. Ég þarf að finna þetta heima held ég. Já, ekki sér. Þetta er ekkert eðlilega að finna minn sko. Við tökum þetta í post-production. Til beggja, þarf skúffukaka að vera með kókos til að vera skúffukaka? Spil Pálmi Þórsson. Jú, eiginlega. Annars er þetta bara fransk súkulegakaka. Já, ég myndi segja það. Já, ég sammála. Sammála þar. Til Steinda, hvenær fáum við Saint Pete og Steindi Junior collab? Spil Viktor Már Birkis. Ég held að sé fyrr en bara ég held að sé bara ekkert oflant í það sko. Ég Þetta putting on your rap game again? Nei, þú veist, mér finnst það ógeðslega gaman að fara í stúdíu og þú veist, það keeps me young sko. Fara í stúdíu og fá mér eitt og eitt tattoo og svona. Og stemning í því sko. En nei, ég bara mér fyndi með það, ég fer bara til Portugal í afturheldingaferð. Kaleo er að spila og það er uppskeruhátíð. Afturheldingar er eiginlega þar og það er bara svona hópferð yfir 150 mósellingar að fara bara á uppskeruhátíð og þetta eru Kaleo tónleikar í Portugal og gaman og við förum þangað og svo bara sendir hann á mig bara, þú veist, ertu í Portugal? Ég bara, já, ert þú í Portugal? Og hann bara þælast þar og ég bara, heyrðu, gott og hitt okkur og það drikki og svo var hann bara með okkur alla ferðina sko. Og við kynnumst bara mjög vel þar og ég náttúrulega var þú veist, þetta var ekkert algjörlega upp á þurru þú veist, hann viss alveg að ég vissi af honum og ég var búin að peppa hann og tala hann í útvarpinu og mér finnst hann geggjaður rappari og svona kom rosalega feskur inn, þú veist, ég ætla ekki að kalla hann nýliða því hann er búin að vera náttúrulega, hann er ekki nýliði en svona fyrir mörgum skilur fá margir að hlusta hann í fyrst skipti og ég henni tjörfu tökum að kynni mér fyrir honum bara, þú veist, einhvern tíðan bara þegar vorum að taka upp einastjörnu fyrst, skilur, eða svona blótað eitthvað. Þannig að ég var búin að hlusta eitthvað á hann og fá að heyra svona lög sem voru ekki búið að gefa út og svona. Þannig að við vorum bara í Portugal við bara gerum eitthvað, hendum í eitthvað, skemmtilegt. Þannig að það kemur. Laglegt, sko við verðum eiginlega að fá Steinda með Dóra bara í þátt að tala um eina stjörnu Klárt mál. Já, algjörlega og þar getum við talað rappið sko allt það dæmi þú veist, það er náttúrulega bara ákveðið tímabil út af fyrir sig, þú veist, bara í gamla dag bara. 2028, tune in Já alveg í fyrsta lagi sko. Ein aðsend líka er Steindi Junior vinstri maður árið 2009 bauð Steindi Junior sig fram fyrir vinstri græn í Mosfellsbæ en dróf frambóð sitt tilbaka eftir óanu stöða 2 Já, þú veist, málið er að þetta var sko Kalli Tom trómar í gildrunni og góðu vinur minn hann ég byrjaði að skrifa í bæjablaðið
mjög ungur ég og vinur minn byrjuðum þar bara þú veist, þið vorum bara ennþá í gaggó eða eitthvað, vorum við bara með svona síðu skilur og ég kynnist honum bara mjög snemma og búin að vera vinir heil lengi og svo er hann að fara í þetta framboð og spyr hvort að ég væri til að koma að lista ég sagði já, það ekkert máli ég get ekki gert neitt sko ég hef enga tími neitt, ég bara upp á stöð að djöflast og reyna að fyndin og ég fer ég að mæta okkur fund og svona, þá er þetta alveg off sko hann bara nei, bara vera á lista og peppa þannig ég gerði það og það var svona var eiginlega bara allt vitlaust sko Já, stekir að fund Já, bara hvað ekki bara fólk að fara að þrasa með einhvern göngustík sem að vera leirutanga, buðutanga Talaði mikið með eitthvað mark í Mosó eitthvað Já, Ritz-keksdaginn ég talaði Ritz-keksdaginn þar fyrst sko og svo talaði ég mark sem ég sakna mikið við spiluðum alltaf á þetta mark þú veist, fórum út í einspark og byggum til rauninni flókin leik sko í kringu þannig að en ég bara vinstri að hægri maður þú veist, ég bara, mér finnst bara þú veist, ég bara fylgist ógeðslega lítið með pólitík viljandi og bara, ég hef ekki gaman að mér finnst bara geggja það að sé einhver sem nennir þessu þú veist, að mæti vinnuna og rífast bara við einhvern það er ótrúlegt sko þú veist, það er ekkert margir sem nenna þessu Hver var líklegast ára ykkur í draumunum að fara í pólitík? Hver var í bestu það? Allir bestur þar Er það blöður? Blöð er ekki pólitískus það er enginn á okkur eitthvað pólitískus ekki ég og Pétur allavega Nei, þú veist örgulega Pétur var alltaf ekki skástur af virkstæðar hann bara glindu það honum alveg saman bara veit ekki neitt og bara það væri ekki bara fínt að leggja alla flokka niður og fólk og bara hægt að kjósa fólk ég veit það ekki er ekki bara gott fólk í öllum flokkum? Jón Steinn Ólafsson það er reyndar mest að furða sko Jón Steinn Ólafsson spyr Sveppa hvort myndi Krösti flytja á Hellisand eða Patreksfjörð, tvö gífurlega vöndu bæjarfélag það er rosalegt sko þessi er alveg dítilis þú ert náttúrulega svona, þú ert ekki sveita maður nú þarf það að vanda til verka sko kemur á Breiðholtinu þetta var að googla hvernig lítur út hvernig lítur Patreksfjörð út og Hellissandur ég er náttúrulega búin að ferðast mikið landið Þú labbaðir alltaf hringi Ég labbaði hringi og búin að ferðast við landi Ég var að taka upp þætti sem þetta Veistlan búin að skemmta náttúrulega í öllum búin að skemmt í öllum fyrðunum en það er já ég fer aðeins að googla eftir ég myndi flytja á Hellisand þú trefina þeim bæði Já, sko, ég var bara staðfesta hvort ég var ekki, veist, hvort ég var vitleysíkur ekki, en þetta var rétt hjá mér. Ég segi að Hellisandur er á Snæfellsnesi og ég bjóð þarna í viku. Já, kannski veit þessi mistar það geti alveg verið. Sko. Gæti verið, sko, því að vinur minn hann Kári, hann sem sagt sett upp leikrit á Hellisandi sem að í frystikleifunum á Rif og Hellisandur er eiginlega sama bæjarfélagi sko. Og ég var dálítið mikið þarna að leikriti og það var geggjað sko. Það veist, ég er ekkert eitthvað æstur í að fara út fyrir Mosó sko. En ef ég á að velja þessu tvennu þá myndi ég velja Hellisand sko. Fínt að fara í Mosó. Það er eitthvað stemming í Snæfellsnesi sko. Steindi, hvernig fagnaður titlinum sem Newcastle sótti helgina? Ég reyndar geta eiginlega ekkert sagt ég að fagnaði eitthvað mikið sko. Þetta er Newcastle maður? Já, ég grjótarði Newcastle maður og ég var eiginlega bara Þjóst í Newcastle? Ég var bara heima. Nei, Newcastle ég var bara heima, ég var ekkert að gera neitt, skilurðu en það var rosa Newcastle klúburinn á Íslandi sem ég er partur af, hann var mættur út og það var allt vitlaust sko en það var svona smá rið sko eftir bara helgina sko það var flott þetta var smá brekka þessi helgi, það var herrakvöld upp í afturhildingar og það var svo farið eftir það og Svanni og Himmi og Gunn og Himmi Stef og allir menninni mætti slæjarinn og það vorum framettir sko Ég ætla ekki að taka Ellert Þórsson, góð spurning hvernig var að labba hringinn hlustið bara öll podcastveital við Sveppa að tala um það en hins vegar Ernir Arbergs hver var skemmtilegastur í Chelsea þegar Eiður var í Chelsea? Skemmtilegastur, það var Judy Morris
Já, Jody Morris, ómæntur Já, geggjað, sko Ekki Lampard eða John Jú, Terry Lampard og Terry náttúrulega eru þarna, sko Þeir voru náttúrulega miklu meiri vinir eðs Bretarnir voru skemmtilegastir Já, Skilur við Þessi eru glas með Drogba Ekki Drogba, nei Nei, En Jimmy Floyd náttúrulega Hasselbank Hann var ógeðslega skemmtilegur Við vorum mikið saman Já, Þeir tveir allavega og svo og Sóla sko já, Gianfranco Sola maður hann er líka hann er svo hóver og rólegur Er hann lágvaxnari en þú? Yes Takk Ég hef gefið hann selbita í eira því að ég vann hann í körfubolta Pæli, þú veist Pæli þessi ferill sem eigður með sko Þetta fólk gleymi í stundum Algjörlega 100% sko fyrir utan Chelsea, hann alltaf var í og ég er ekki fótboltagúrú sko Nei. en hann var hann ekki bara, er ekki rétt um hann ekki bara í besta félagsliði Sögunar? í rauninni sögunar í Barcelona Já. og þú veist, þetta er svakalegt sko Já, sko, það kom að næstíðu spurningunni sem er til Sveppa Er það rétt að þú starfaði hjá Þótt G-verk og ég svona þykist vita þessi maður viti þetta var nafnlaust en varstu duglegur starfsmaður þar? Ég var mjög skemmtilegur starfsmaður En ég starfaði hjá Þótt G Já, og þekkti Þótt G ekkert sjálfan Þorvald Gissurusson en nú erum við vinir í dag ég og Þorvaldur Gissurusson sko. ok Hvað varst að gera þetta hjá Þótt G? Ég var að nagghreinsa spýtur og ég var að moka snjó af öðrum spýtum Já, og svo var ég að taka niður spýtur sem var hægt að nota og raði í búnt og bara eitthvað sem þarf að gera en kannski ekki rosa ábyrð í ég mátti ekki vera með hamar og Nei, jú, ég keypti mér hamar það svona lítinn aðeins minni heldur en vellega hamar sko loka spurningi venjulega eitthvað eitt ráð til ungs fólks, nú ætlum við bara að segja byrjum á þess stendi eitt starf sem þú varst í þar sem að þú varst gjörsamlega hörmulegur ég bara er með svona 10 Já, en þú verður vel eitt Hvað varstu vestur? sko, ég náttúrulega var örgulega vestur í rúmfattalarnum að því ég byrjaði ekki að vinna ég mættur fyrir utan og pappa skuttla mér og ég satt bara í bílum með pappa og það bara verið að hringja hann bara farið inn drengu nei, ég geta ekki já, það var að fara inn, ég bara nei ég bara hefði ekki í mig sko. hefði ekki í mig, það var erfið bílferð heim sko. að mæti ekki og svar ekki síman bara fyrsta degi fyrsti starfstæðurinn sko. Það var bara fullan tegistökt þú bara fórst heim annars að ég fór bara heim og bara, ég hugsaði bara ég tek ekki þátt í þessu og ég er bara, ef ég hef ekki áhuga á einhverju þá er ég bara hræðilegur sko. en þú veist, ég veit ekki, ég var að vinna líka í móum var á færibandi þannig að þú veist, kemur bara kjúklingur og þú setur í bakka og svo er hann plastaður ég var að setja hann svo í bakka og plasta og ég hætti þar í hádeginu byrjaði 7 morgunin og hætti í hádeginu af því að það var sem sagt, við vorum á færibandinu og ég tek síðan svona 1 kjúkling heil og setja hann ekki í bakka heldur læt bara plastan og horfi svo á, þú veist, gæjar sem tekur við og er eitthvað aðeins skilur þetta er ekki bara svona stemninga eitthvað svona pínu stemning og það var bara ítt á takka og allt stopp og hvað þetta gera og ég bara svona, vá, ég get ekki fyrir hér sko þetta er ekki alveg stemning en ég á fullt af ógeðslega mikið af stöðum sem ég bara, þú veist, var mjög stutt ég var að vinna alveg brútum allt og bara en þú ert á réttri í dag og gengur vel í dag Sveppi, er það þótt geða? Vesti starfskrafturinn? Já, mögulega sko ég var heilan vetur þarna hvar? Bara, ég var að smíða hús í Básabryggju Básabryggjan var að það var að vera byrja þar að smíða og Þótt G var með 1 hús þar sko og það var, ég var svona þeir kölluðu mig bara þeir kölluðu mig sko hvað kölluðu mig þetta? Sýnishotnið af því að þeim fannst ég vera bara svona sýnishotna mannesku það er bara svona lítið og öðlulega næsta gott sko það er mjög gott og svo var 1 kranamaður og ég var alltaf að láta festa í öklan á mér og hann var að hífa mig upp á hvolfi og það var alls konar svona bras í gangi mjög skemmtilegt sko en ég var alltaf duglegur, ég mætti alltaf og kláraði stóð mína plikt sko fórst ekki heim kl. 12? Nei, ég var reynda bara að vinna hálfandagina því að ég var að vinna líka hinn helmingin á grænmetisslagernum í Hagkaup á sama tíma sko ég var mjög duglegur í vinnu sko en ég var bara sprellari sko eina starfi sem ég endist eitthvað í var málari því ég var að mála varstu segur þar eða?
Ég valdi bara allt í læ, sko þú veist, alveg duglegur, sko gerði mitt besta. Góður spasla? Fitnessbasla og þú veist, ég get gert þetta allt, sko. Skera, ekkert mál. Og skera og og vera bara með pörti pensil og einhver stað og headphone í öðru en þetta var, sko ég held að ástæðan fyrir ég fungeraði þar og við fungerum kannski því sem við erum að gera að því að það ekki eitthvað sem endalust þú veist, þú mála bara vegg og sérðan bara, þú veist, við tökum upp seríu svo sérðan bara og hún bara kemur næsta, þú veist, í staðan fyrir að vera endalust, eða þú veist, að sjá það kannski ástæðan fyrir að maður geti heldur ekki verið í pólitík, þú veist, að tala eitthvað mál sem langar að gera og það tekur 5 ár ég get það ekki, sko. Þetta bara svo flísalega smáralindina. Reyndar, sko, parkett lagði ég Orkuveituhúsið og það mjög lagalt, það var stórmál sem það var rosalegt að láta málara parkettlega. Ég var aðeins í parkettlag líka og það voru með mjög skemmtilegum hópi en ég var svona náttúrulega bara að láta henni líma á undan. Steindi Junior og Sveppi Krull verður ekki að hvetja allar til að næla sig áskölda Stöð 2? Sjálfsög, ef að fólk vilja auka lífsgæði sín þá gerir það. Það veisla framöndan. Algjörlega. 2 kaldir, þetta ekki neitt. Nei, þetta bara, ekki bjór, bara 800 kallar bara þú veist, þetta eiginlega bara það og eða eins og kaupa eitt miðstara bragðarif og rakvélablöð. Já, maður. Eitthvað svona. Fuck off. Klink bara. Græði þetta. Já, og líka bara margt inni, þú veist, það líka allt annað sem við höfum gert og aðrir og bara fullt af stemningu. Já, fólk að vera að vinna með að hita upp með hinum draumunum og þetta bara ógeðslega skemmtilegt. Já, tjekka á þessu. Steindi Junior og Sveppi Krull, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk.